Ég gerir það alltaf. Við erum eftir 43 sekúndur, þannig að bara hendum okkur live. Ég ætla að hafa hérna þetta á skjánum. Já. Gerum svo svona. Þetta er allt í lagi. Þetta er allt í lagi. Þetta er allt í lagi. Þó við séum eitthvað óprofessional að tala eitthvað á milli, það er bara allt í lagi. Sem ekkert að stressa okkur að því. Nei, við erum bara komin í samband. Já. Komin í samband við Garðabæ og í gegnum Ós. Já. Þökkum Ós kærlega fyrir aðstofuna, heldur betur. Það er veisla framöndan. Það er ekki bara 4K, eða reynda náum við ekki að senda til 4K, því miður. Ós vildi afhenda okkur til 4K en við getum ekki staðið við það. Það er okkar takmark. Já. Ekki Ós. Nei. En myndgæðin eru til háborinnar prýði hérna í fullri háskerpu. Það er verið að klára snillu myndavélunum. Leikmenn eru að gera sig klára hérna á vellinum, uppbytum. Stjörnuliðið er bara farið inn. Já, stjörnulið. Er þetta stjörnuleikur? Þetta er stjörnulið. Ok. Við höfum nú góða minningar hérna. Við höfum nú glæsilega sigurinn í Lengjubikarnum fyrir árið síðan. Já. Það var 2-1 minni mig. Já. Er þetta sem eina af 30 metrunum það ekki? Jú. Sigdís líka með eitthvað algjört skítamark. Hérna Skrímira. Já. Minni það. Við mættum nú Stjörnunni, Víkingur mætti Stjörnunni fyrir nokkrum vikum í... Ég man ekki hvað leik var það. Hún var í Reykjavík á mótinu. Nei, heyrðu, Stjarnan er náttúrulega ekki í Reykjavík. Stjarnan er ekki, þetta þarfst ekki með. En það var rosalega leikur. Stjarnan voru svakalega. Það voru algjörlega geggjaðar. Það voru mjög góðar. Þökkum okkur saman, virðingafyllst. Já, það var endur engin virðing í þessu hjá þeim. En það er þá harma að hefna okkar stelpur í dag, heldur betur. Og það var gaman að vera Reykjavíkurmeistari þá, svona by default. Það myndust á það í einu daginn, það væri gaman kannski fyrir IBR, þá sem að hlusta frá IBR, að afhenda bara velunum fyrir leikinn næst og svo bara tilkynna, nú hefst leikur, tveggja bestu liða, Víkingar á móti Stjörnunni og góða skemmtun og enginn fær silfurmedal. Nei, einmitt. En þetta er skemmtilegt. Ígó er hérna í stór hætti maður, Jesús Kristur. Ég veið eins og staða bakum markið, taka vídeo og stelpurnar að heita svona og einu sem er komið það nálægt að ég fekk boltana í síma. Ég brá svo svakalega, ég held ég var að fara að deyja. En svo var þetta bara allt leið. Já. Hefur við eitthvað að rúlla yfir byrjunarliðin hérna í dag? Já, skellaði mig upp á skjáin. Ég nefnilega þó ég sé ég getur rosalega hátt yfir meðalgreind sko, þá er ég alveg þokkalegur sko. Skellaði mig fyrir framan okkur. Já, við erum bara á liði Víkings. Gestaliðinu. Já. Við erum gestir. Já. Það er þannig að í markinu er Sigurborg Katla Sveinbjörnsdóttir, svo er það nummer 2, Gíja Valgerður, nummer 3, Áslaug Dóra, nummer 4, Guðrún. Ekki Guðrún. Nei. Nummer 5, Emma Steinsen, nummer 8, Birta Birgisdóttir, nummer 13, Linda Líf, nummer 17, Svanhildur Ylva, nummer 20, Bergþóra Sól, nummer 22, Birgitta Rún. Heyri, þá er þetta rangt hjá mér. Er þetta ekki... Þetta er eitthvað rangt hjá mér hérna. Ok. Vitið þið? Við ætlum að skoða þetta eins. Nú skulum við bara vera með nægan tíma. Já. Fólk sem er að horfa núna hefur ekkert betra að gera en hlusta á okkur. Og ég finn ekki til með ykkur, kæra áhorfendur. Við Bjarki erum ógeðslega skemmtilegir. Það vantaði í upptalningunum mína leikmann nummer 16 sem að datt hérna út af skýrslunni hjá KSÍ. Það er nummer 16, Jóhanna. Og já, Birgit Rún nummer 22 og Bergþór nummer 20. Afsakið, þetta er rangt hjá mér þetta. Þetta er mistök hjá tæknimanninum. Svona er þetta. En tæknimaðurinn er ekki betur en þetta því miður. Bekkurinn hjá Víkingum í dag. Þar er varamarkmaðurinn Birta Guðlaugsdóttir. Svo er það nummer 9, Freyja Stefánsdóttir, 19, Tara Jónsdóttir, 23, Hulda Ösp, 26, Bergdís Finnsdóttir, 28, Rakel Sigurðardóttir og 34, Annika Jóna Jónsdóttir. Þjálfari John Henry Andrews. Sjá mynda á hann aftur hérna, hann er glæsilegur. En hann er ekki ómyndalegur. Nei. Með að víra.
Miðað við Íra er hann mjög myndarlegur og afsakaðu kærlega mammans John eftir að hlusta, afsakaðu þetta nýlega. Herru, honum til aðstoðar er Björn Sigurbjörnsson og Ingólfur Orri Gústafsson. Hvorugur fer enn og eitthvað ómyndarlegur, sko. Nei. Þetta er betur. Og sjálfsögðu er Lísbeth okkar Borg að sjá þetta allt saman. Þú heyrir líka þarna, því að djóka ekki með strákana. Já. Ég djóka 0 með Lísbeth. Já. Það er bara virðing. Það er bara... Engin grín, ekkert grín, bara virðing. Það er ekki búið, sko. Heyrðu, liðið hjá Stjörnunni er þannig skipað að í markinu er Vera Varis, einn allra besti... Umrætt hérna í stúkunni hjá okkur. Já. Hérna áðan. Frábær markmaður, spilaði með Keflavík í sumar, eða fyrir sumar, getur þú sagt núna? Já, feiti, bara langt síðan. Svo kemur nummer 3, Arna Dís, nummer 4, Jakobína Hjörvarsdóttir sem var nýlega gengið til Stjörnunni frá Breiðablik, ef ég mann rétt. Heyrðu, við erum að fá þetta á skjáinn, kallið minn. Heyrðu, þetta er alvöru þjónusta hjá þeim í oss. Vá, ég er orðlaus. Þetta er magnað. Þú er bara með þetta á skjáinn. Ég er með þetta hérna, nummer 5, Eyrún Embla Hjartardóttir, nummer 6, Úlfa Dís. Hún var frábær á móti Víkingum í síðasta leik. Þá er þetta eitthvað rámt hérna hjá okkur í útsendingunni. Já, ok. Jæja. Jú, það er rétt á, þú út með það rétt, já. Númer 9, Birna Jóhannsdóttir, nummer 10, Anna María fyrirliði Stjörnunar, nummer 15, Huldar Hund, nummer 18, Margrét Lea, sem gekk einn til liðs við Stjörnunar frá Breiðablik. Númer 19, Hrefna Jónsdóttir, hún var ásamt fleiri leikmönnum hér í dag að koma úr verkefnum með 19 og frábært að horfa á hana þar. Og númer 20, Jessica Ayers. Ég sé náttúrulega nafn á bekknum sem ég fæ margt ræðri yfir að sjá úr síðasta leik. Já. En rétt af vinkun okkar. Akkurat. Það var nú ekki gaman að sjá hana leika okkur grátt í síðasta leik. Já, rúlum við bekkinn nummer 33, Tinna María, nummer 7, Henrietta Ágústsdóttir, nummer 8, Ingbjörg Lúcia, nummer 17, Fanny Lísa, nummer 23, Gyða Kristín, 26, Andrea Mist og 42, Sandra Hauksdóttir. Já, grafíkinn ætlar að sýna einhverja kolvillisar uppsýningar, en þetta er samt gaman að sjá þetta. Við tökum viljan fyrir verkið. Já, algjörlega. Þetta eru réttu nöfnin en ekki númerin. Nei, Annika, þetta er starfsvið. Ég nefnilega Björki, langskóla gengin. Hans næstum. Þetta er skemmtilegt. Við erum semst núna að fara... Samt ekki alveg starfsvið ef að... Er ekki FG? Jú. Já, þetta er. Þú varst alltaf mentaðir í Breiðholti. Ég er alltaf Breiðholt. Já, við erum Breiðholti afsökunar á þessu grunni. Byrjum alltaf á eftirnöfnunum. Já, ég veit. En nú, tæknimaðurinn okkar heyrti þetta vantilega og er rífa sig í gang. Þjálfari Stjörnunar? Já. Jóhannes Karl. Já, hún gerir frábæra hluti. Já, hún til aðstofar. Arnar Páll, sem er, ég held, frábær þjálfari og hefur komið víða við. KH Valur, KR Fjölnir og fleira. Já, það er myndvinnslan hérna, hvað kallar maður þetta? Myndverið okkar, er það? Myndverið Víkingu TV er að standa sig vel. Já. Get ég ekki slögt á þessu hérna? Jú, ég get svona, segi, svo ger ég bara hérna, niðri í staðinn, er þetta ekki flottar hérna niðri? Við erum svona líka cool. Já, þetta er cool. Smá watermark á þetta. Mjög töff. En þú talaði svolítið vel um þjálfarateimi hjá Stjörnunni. Þú talaði nú ekkert svolítið vel um þjálfarateimi okkar. Nei. Það var leiðilegt að heyra það. En nú gleymdi nú náttúrulega að sjálfsögðu Láru Hafliðadóttur sem er ábyrg fyrir því að... Já, hún var ekki hérna á skýrslunni og sjáum að hún er að líkla hérna... Já, hún er eitthvað niðurlút. Kannski fekk hún ekki vera á skýrslunni. Já, og mjög sér Ísfold María, hún er ekki með í dag. Það er leiðilegt að hún var hérna að spila þessi fyrsta leik á Reyðarfirði núna fyrir nokkrum vikum. Þar var hún, maður sá fljótlega akkur hún var fengin til þessu Víking. Já, hörku leikmaður. Mjög gaman að fylgjast með henni. Mikið svona kraftur. Hérna powerful leikmaður. Minnir mér svolítið á Danna Hafsteins. Frábæra viðbót við okkur Víkinga. Og gaman þegar leikmenn koma í liðið og hérna eins og það hafi verið hérna lengi. Það gleður mig. Við mjög mikið. Nú bara fyrir leikurinn að detta í gang. Hvað á hverju? Við vorum að sýna leik í gær eða fyrir þetta frá Víkingur FH í æfingaleik. Þá byrjaði leikurinn 3 mínútur yfir 7. Nei. Jú, það fannst mér ekki í lagi. Bara alls ekki í lagi, sko. Nei. En ég er náttúrulega bara þannig gerði sjálfur, sko. Og ég held í alvörunni, Bjarki,
að við séum að horfa á delay í útsendingunni upp á svona 0,01 millisekundu eða eitthvað. Sér þetta hérna. Vel gert, já. Ég er orðlaus. Það er eitthvað tæknisnildi í gangi hérna í Ós sem við þökkum kærlega fyrir og áhorfendur í bara þeir sem eru heim í stofu eru væntanlega að sjá þetta betur heldur en þeir sem eru á staðnum. Baldur er galdramaður. Hann er kallaði Galdrabaldur, ekki? Já. Baldur Töframaður, köllum að það. Okay, það er alltaf gott. Hér er gaman að segja frá því Berki að hérna í kringum okkur eru mikið af eldri borgurum að labba. Sem alltaf eru svipa gamlir og þú bestir. En hér er aðmiskhelst vinsælasta úti innivestarsvæði Garðabæjar. Já, þú skal ég trúa. Hér er bara fólk að koma þegar það er ekki gott veður úti að hálka og svona. Sem er alltaf. Þá er brjálæðislega góð aðstæða hérna til þess að labba í kringum og þetta er ekki smá labbitur. Við vorum að bera hérna Borði og Ingo, markmannsþjálfari. Og hann þurfti bara að leggja hann inn. Já, hann labbar hérna og hann er alveg búinn. Það er ekkert vatn í þessum brúsum. Nei, hann er ekki neitt vatn í þessum brúsum. Jæja, þá sjáum við stærbutan okkar skokka hliðlínuna og það eru glæsilegar í hvíta búninum okkar sem að verður notaður í hinsta sinn í sumar ásamt þeim svarta. Hvernig með nýja búninga næsta sumar? Það er þannig, já. Staðfest. Heyrði eitthvað svona lítinn fugl hvíslað mér að það væri möguleikur búningur í ágúst, en ekkert staðfest. Ok. Það er eitthvað að vera að skoða hlutina í Víkinni. Já. Sjáum að það er Erna Guðrún sem ber fyrirliða band Víkinga hér í dag. Selma er ekki með, Bergdís er á bekknum. Já, Selma er ekki einu svona á bekknum. Nei. Hún er væntanlega eitthvað, á einhver meiðslastriða, vonum að það sé ekki alveg lagt. Nei, það er nú fáir, það segja marga leikmenn í liði, en Selma er eitthvað mótor í henni sem maður saknar alltaf þegar hún er ekki með. Já. Það er alltaf komnar eins og Jóhanna sem er búin að vera bara að spila fyrir okkur sem hún er bara að spila þetta í 20 ár. Já. Saman með Ásbjörn og rauðarspjaldið var tekið burtu þarna fyrir austan. Staðfest. Það er staðfest, en hún spilaði móti Breiðablik síðasta leik. Og það var líka algjörlega galið. Víkingur TV var herbyggið okkar, sá það nú strax. Já, þetta var... Vann bara boltan og svo hún sparku niður og fær rauðspjald. Algjörlega galið, en Svona er þetta. Ég er ekki að ræða það meira núna held ég. Jú, við tökum þetta aðeins fyrir. Nei, ég er með myndskið þessu líka og ætla að finna það eftir. Já, en í SD samt, ekki hátíð. Já, ekki því að vera 30 mm á sekundu. Hér er Víkingarnir ennþá láta Stjörnu stelpur bíða þess eftir sér. En Úlfadís skoraði einmitt mark á móti okkur síðast sem var... Það var ég vissi ekki að vera til svona háar hillur til að taka mörk úr sko. Nei, hún er frábær leikmaður og gaman að fylgjast með henni blómstra vonandi fyrir Stjörnuna og bara Ísland í sumar. Já, hann heldur betur mikið af 2005, 2006, 2007 bara dottnar inn í... Já, flest liðin. Meira þess að Valur að... Já, vakna til lífsins. Yngja verulega upp í leikmannahópnum hjá sér. Sem er frábært. Þá byrjum við og við minnum tækjumann okkur á að setja klukkunum stað. Hann gerði það strax. Glæsilegt. Baldur Töframaður með allt upp í 10. Stjarnan byrjar boltan og spilar. Erna Guðrún er ótrúleg. Það er Ég er mjög lúkin í og les leikinn vel. Já, ég vildi óska þess að við hefðum tvær. Já. Þá væri hún líka á miðjum. Djúpa miðjum. Jafnvel bara eina frammi, sko. Já, það væri ekkert verra, sko. Við sáum ekki mikið, við standa bara upp hérna. Við ætlum bara að standa upp. Fyrst við erum með dundur tæknimenn í þessu, þá er þetta bara að gegja. Þeim ekkert að gera nema að tala. Nei, nákvæmlega. Það er seldan sem ég þarf að gera það bygg. Þú ert langbestur í því. Ég er langbestur sem á bara að tala. Fín pressa þegar Birgitta, gaman að sjá hana koma hérna aftur, það var kloppir reyndar, en telst ekki með af því við snertum hann ekki. Birgitta komin á fulla ferð, það er gaman. Já, hún var eitthvað meðslagsstriða, komin í gangina. Já, Birgitta verður að vinna boltan, finnir Lindu sem er alltaf úr einhverju öðru efni heldur en flestir. Hún er bara úr eftir hillu. Hún er úr sömu hillu og þetta mark hjá henni Ylvidís. En hún líka sagði daginn að hún hefði aldrei verið í betra formi og hann er hún tóguð, en það er ekki tækt. Nei, það er vel gert í Lindu, hvað gerir hún? Sendingu fyrir... Góð sendingu en? Það er veist með þetta reynu. Þú ætlar að segja þess að brandara í dag, ekki? Ætlar að gera það? Ég ætla að gera það. Ok. Við erum spenntur. Birgitta dettur í svona smá niður í hól. Hún má ekki segja, Birgitta sé að spila í stöðunum Selmu. Jú. Ég má nefna það þannig. Akkurat. Það sá tíma. Emma Steinsen gerir þetta vel þarna og Birta. Já. Hörkutækling upp í horn. Frábærlega gert það. Jóhanna á loftsparti. Birta fær, hún er strax komin í 7,5 í sófaskóri mér. Fyrir stælingu. Öllur er náttúrulega blautur og vökvaður hérna
vökunarkerfinu þeirra hérna í Knikari. Það heitir einmitt Rainbird. Já, þetta svona eins og eitthvað á Star Wars. Já, þetta líka Rainbird. Alvöru greiða. En kemur svartur á stað. Mýlindu hérna uppi. Hérna Hólmstæð. Já, þetta klaufalegt. Þetta ekki úr efstu hillu. Nei. Það var bara sennilega bara miðhillunni eða jafnvel neðstu. Sýnst að það verið ekstra úr einhverjum kassa í kjallaranum. Þess að dómarinn kemur úr röðum F-fáinga. Já. Ég kann mikið og var ekkert að fara yfir þessu dómar. Nei, þeir eru algjör óþarfi að ræða það hér. En hérna, ég ætlum að segja, því ég var að fara að segja með hana Ernu, Selmu. Ég sjaldan verið jafn þakklátur fyrir Hafnarfjörðinn eins og þegar þær komu til okkar. Vonandi að fáum góða dómgæslu hérna í dag. Já. Ég hef ekki trúið að þetta er mikið toppmaður á ferð. Já. Steinar Steffensen. Steini Steff. Vel spilað þetta gerir þetta frábærlega reyndar. Þetta hátt yfir. Þarna mátti engum muna. Og ég ætla bara að gafla að fáum ykkur endursýningu á þessu því að það verður gaman að sjá hvar línan er dregin hjá tæknimönnum Víkings TV í dag. Nei, ekki endursýna þetta. Ég fíla þetta. Endursýna bara Víkingstótt. Fíla sleppur alveg. Og hérna ætla að lúra þessu upp völlinn. Ég það eins og svona meistari. Já, við erum með kamerurspekki, það er kamera bak við markið núna, þetta er algjör veisla, ég trúi ekki segja tímanum í að lýsa þessu en ekki horfa á þetta, kæra áhorfendur. Það er veisla hjá okkur í dag. Meðan Stjörnustelpunum til í síðasta leik, það er náðu að teygja alveg svakalega vel á okkur í þeim leik. Já, og bara opna okkur upp á gátt. Og rústuðu bara miðunni. Þá var þessi meðegnar ekki mættur, Ásgeir Dóra. Líka hérna, ná ekki við marknum, þessi boltar hérna frá sér. Það er stjórnustelpur. Það byrsta. Hún ætla bara að vera í gólunni allan dag. Það er virkilega. Þannig að meta þetta. Þessar rennitælingar. Já, hún er borið vel á nýjan örgla. Já, hún fekk olíu hjá Sigga Jóns fyrir leik. Beint af Skipaskaga. Beint af Skipaskaganum. Hérna, hún heldur boltanum vel. Já, 2 ágætis skotfæri hérna hjá Stjörnustúlkum. Fyrra var nú bara deddari, ég á ekki að segja það. Jú, það var algjör. XG 0,5 plus kannski. Já. Dís þarna með skotið, en framjá. Já, hann heitir Úlfadís, fyrirgeðu. Ég kalla hana Ylfudís á hann, ásakið þetta. Og fólk sem hefur heyrt mig lýsa leikjum, sem er náttúrulega leiðilt fyrir þau, þá er ég mjög lélur í nöfnum. Sérstaklega að endar á Dís. Dís er alveg, það er mitt kryptonít, sko. Hún mitt heitir Úlfa. Það er það versta við þetta. Kalla hana bara Berglísi. En Stjörnustelpur, það er mikill hraði sem leik í byrjun. Já. Það fer ekki að rólega stað á Víkingur FH í fyrradag. Nei. Þess að ég þurfti að klípa mig nokkuð svona til þess að halda mér vakandi. En maður gerir þetta verið hérna að byrta aftur, byrta mikið í boltanum í byrjun. Jóhanna aðgangshörð og Beitur hérna að segja það var klókt. Það var vel svo hjá Jakobínu. Númer 4, það er náttúrulega sterkt númer á Stjörnunni. Ég glóti sem er 4. Víkingurinn Glótis Perla. Það er einhverjir í HK sem fá hiksta-kast. Já, velkvæmt Stjörnu. Velkvæmtlu, sem pressa. Það er bara rólega hérna að stasta, ekkert stress. Það er magna hvað þessi vorbolti er búinn að taka miklu breytingum nær. Ég segi mér í hvert skeitt sem ég lýsum, en fyrir 2 árum síðan þá var maður bara, það er greinilega janúar, febrúar. En liðin eru náttúrulega í standinu og allt árið umkring. Það sést heldur betur. Fínsandi hugmynd, en já, gaman að sjá Gíu vinstramenn. Ég hef ekki séð hana í fjármanna línu vinstramenn áður. Ekki í okkur það. Ekki mikið ef svo er. Mögulega eitthvað. Erna þarna með, sko, hún er svöng í það, hún ætlar að éta þetta allt á miðjunni. Já, ég er mikið búinn að velta fyrir mér hvernig John og Bjössi ætla að stilla upp vörninni með þessa 3 hörku miðverði þarna. Það er eina að fara
spila sem hérna bakvarður, en það verðist vera... Já, við þekkjum þetta meistarflokki karla, það er það sem að spila meðvörðunum annars staðar. Já. En þarna, svo bara veit maður ekki með Kolbrúnutinu, ef hún kemur aftur, þá er þetta komið í bara alvarlegt mál. Já, þá þurfum við bara að fara í 5 manna vörn til að koma hann vörðu fyrir. Það verður gaman að sjá Áslaug Dóra líka, hún kemur til okkur frá, hún koma frá Öðrubró. Já. Og gaman að fá Beggu-Sól og hana heim núna. Já. Begga fá sitt fyrsta undirbúningstímabil með okkur. Já. Hún verður mjög sterk inn í fyrra. Já. Þetta gerir, þetta var vel gett þarna hjá Svanhildi. Og Berdís á velli núna allt í einu. Já, boltanum að Lindu. Þetta missi boltan. Heldur hérna í einu og ekki dæmt. Ég hef þetta síðan sérfylgning áður, það er rétt. Svanhildur þetta spilum sem mútið Breiðablik fyrra. Imma. Nei, mútið Val. Það var Svanhildur á kantinum og Gíja vinstri. Nú hérna... Það gerir þetta allt saman áður, gerir þetta frábælega. Gert, Svanhildur. Finnst þér Erna ekki taka á tillit til þess hversu stressaði við erum að horfa á þetta? Nei. Bara enga virðingu fyrir okkur. Hún er mjög afslöppuð þarna aftast. Það rennur ekki inn í blóðið þarna aftast, heldur betur. Nú er Jóhanna komin hérna niður í hægri bakvörðinn. Ætla að finna þetta Lindu í fæti. Fín sending. Linda hafði aðra hugmynd. Já, nákvæmlega. Þetta er fílaði. Heyrðu þetta? Já. Þarna kemur 17 ára Eir Bekkingur og segir bara Linda, talaðu við mig. Og ég er bara frábært að heyra svona samskiptin á vellinum. Það er vel gert að spurningu hérna. Hvað gera það? Þarna kemur þessu tilbaka. Já, við erum að spila með nýju select-boltana sem við heyrum að séu svona skipta skoðanir á honum. Já, þetta sé Beggu. Ekki boltið fram, en þetta er í öruggum höndum. Bæði lið eru bara í 8-9 í aggression af 10 mögulegum í byrjun. Gaman að sjá þetta. Flýgur að staða þessi leikur. Sjúklega gaman að horfa á þetta. Þetta verður ekki 0-0 í dag, ég til lofa ykkur. Og svo þá fáið þið endurgreitt. Já. Þarna. Nei. Góð hugmynd þarna, en... Linda neitar að tala við fólk í liðinu svona. Já. Þetta er svona náð yfirhöndinni. Þess að... Já, þetta er ekki nú að opna okkur mikið, en þetta er gaman líka að segja Áslaug Dóra. Það eru gæði þarna... Og fleira. Það var ekki mikið gæði í Víkinni fyrir 2 dögum. Sorry strákar. Karlbjörn hérna. Kalla lúra þessu fram. Hvað er Linda? Hann er hún. Nær þessu. Og setur hann. Gamla góðu skagatryggsið. Nei. Jú, segir Stjarnan. Þá þarf þetta einhvert. Það. Hún segir, farðu, þrílík sending maður. Klára þetta bara. Heyrðu, við klöppum þessu, við stöndum og klöppum hér. Þvílíkt mark. Heyrðu, þú sér þetta aftur. Já. Við sáum að Birta gargaði þarna á hana, farðu og hún hlustaði. Lík sending og vel klárað. Þetta munum við sjá í sumar, kæru víkingar og aðrir aðdáendur góðs fótbolta. Ég er búinn að spá því og ætla að spá því aftur. Myndalíf 20+. Já, ég til já. Ég held að hún verði algjört monster. Frábært mark, 1-0 fyrir Víking. Og meiri segja Herðu, það er búið að Stjarnan 1-0 á tæknimanninum okkar. Já. En við fyrirgefum honum það, hann lagar þetta. Sýttir þetta inn. Já, enga trú öðru. Stjarnan þarf að svara bara strax. Annars kallar þetta hérna út. Begga, vel gert. Já, Jóhanna. Hann setur pressu á Jakobínu. Frábælega gert. Neyðir hennar til þess að negla hann út af. En við bíðum tæknimannin endilega ef hann getur markaskorunni í réttan stað. Það er 0-1 fyrir Víking. Og þriðja skipti svona eiginlega í röð sem við náðum að fara þarna upp hægra megin. Já. Svo gekk það. Já, frábær sending frá Birtu þarna. Hún fyrir á Lindu sem að stakk vörnina bara af. Og hún bara kallaði þetta. Já. Hún var mikið, hún lenti smá brasi með meiðsli í fyrra undir lok tímabils. Já. Og var ekki mikið með okkur. Nú heyrðu, allt í Svanhildi. Birgitta bjótuð út hérna núna. Já.
Svona fyrir að koma boltanum hérna fyrir. Það hérna... Valgerði. Já. Þetta sjúktur svo bara. Þú kannt þetta alveg. Gott skot. Fínt skot. Já. Búið að laga. Búið að laga þetta. Hann er að hlusta á hann. Hann er sem passa okkur að segja ekki neitt Baldur. Annað en að hann er töramaður. Toppmaður. Þakkum honum kærlega fyrir aðstofana fyrir útsendinguna. Við vorum allt niður okkur en... Eins og vanlega. En svo voru Dreinalandi með góðum tæknimönnum og frábært fólk þar að ferð. Þarna var helvítis baráttumaður. Lúa, Dís og Emma í baráttunni hérna. Linda gerir hérna. Það er eitthvað bínu sem kemur boltanum út af, flest. Ég er sport svona stuðningshóp fyrir varnamenn. Við getum okkur kaffe og svona og rættum hvernig að díla við Lundvík Bóma. Þetta er ekki auðvensvert sko. Nei, nákvæmlega. Tölvöld langt frá því. En veist þú hvort að Hafdís Bára komið heim í sumar? Hún er í skóla í Bandaríkjunum, eða í Svíþjóð? Ég er ekki með staðfestingu á því, nei. Nei, við þurfum að fara að fá það hjá strákunum. Hérna er baráttunni. Gerir þetta vel. Já, finnum Jóhannu. Og hann setur pressu á Jakobínu sem kemur boltanum út af. Kast sem Víkingar eiga. Heyrðu, hérna á smá æsingur það, sástu þetta? Þarna að benda á augun. Línuverðinu bent að fara í Specsavers. Og hérna, það er nú aldrei vitað og gott. Já, hérna var nú opinn. Já, þetta finnum Jóhannu. Þetta eru gæðið, takk. Já, meira þessu. Já. Við lesið hann á Stjörnunni. Kannski góða fréttir fyrir okkur Víkinga að maðurinn var að semja við KR. Já, þannig að við Gíja er bara... Það er frábært fréttir okkur. Ótrúlega satt, en hérna... Já, vel gett Jóhannu þarna. Vá, þarna var Linda heppin með þess ekki. Svandur vel vakandi þarna. Birgitta, hann koma boltanum hérna á Jóhannu, nei. Góð tilraun samt, stór hættur með sendi. Svandur sterkt þarna. Það að sjá Svanhildur berjast þarna. Þetta er alvöru pressa núna. Þetta vil ég sjá. Hún þekkjum við okkar lið. Birgitta á... Mikið góð samskipti milli leikmanna. Ég er mjög ánægður með þessar fyrstu 10 mínútur, 15 mínútur hérna. Bara virkilega. Það sækir hérna bolta. Já, þetta er líka hotnið. Líka Birgittu, hún er ekki ástæð. Nei. Kemur... Þetta vantar hlaupið. Já. Þá sækja stjörnustelpur hérna hratt. Þetta er ekki opinn. En Emma Steinsen er með þetta í tilskeiði ef við þekki hennar rétt. Eða hvað? Katla. Já. Alltaf på 10 þarna. Tekinn smá kottnís. Emma lætur í sér heyra. Það er nú ekki... Það er ekki óalgengt. Nei. Ég fagna því. Það er skemmtilegt. Emma í stuði er... Betur en Emma ekki í stuði. Það er þannig. Glöggir áhverjum að sjá að Linda Líf Bóma, markaskorurinn, er í Copa Mundial sko. Ef ég sé það ekki, jú, syns það. Fórum við ekki yfir þetta... Jú, svo var hún í öðrum skóm daginn nefnilega sko. Já, ok. Þá gekk ekki jafnvel. Þannig að hún er komin í skóna hans Hemma Gunn. Já. Hérna... Já, mér strax verið tvennt öðruvísi við leik okkur núna til síðast. Það er miklu betri, við erum miklu betri að komast í milli svæða og að miklu meiri svona, miklu meiri hérna aggressífni að fá bolta. Þetta er alveg, þetta er þvílíkur munur. Gaman að sjá. Já, allt annað leikur. Voru þarna með boltan aftast. Hún er svolítið yfirveguð. Já, það er ekki rosalega hár, hérna, gildapúlsinn hérna með aftast, sko. Emma hækkar nú aðeins. Já, þetta finna Jóhannu hérna inn, en stjórnustelpur komast fyrir þetta. Vel gert Emma þarna. Já, vel gert. Við skilum ekki svo senn, en... Braut þarna á marketilegu. En þú veist að við erum ekki til Stjarnan TV hérna, sko. Nei. Við erum bara hlutdrægir. Það má samt að segja nöfnum. Það má samt að segja nöfnum, það er alltaf. Þeir segja bara að þetta var... Já. Ágætis dómur, en það er hotspyrna, fyrsta hotspyrna dagsins. Ekki? Ekkert minni tilvæði. Já, þú ert alltaf mjög tölunarklakkur eins og sást fyrir leik. Sjá,
bara stafróð sem mest fyrir mér. Já, þú aðalega með það í rögli, ég skil þig. Gunnar Magnús búinn að staðfesta það hljóðið sig í góðan gæðum. Gunnar minn, engar áhyggjur, við erum með tæknimenn hér á vaktinni frá Ós og þú ert bara algjörlega óþarfi, en yndislegur maður samt. Takk samt fyrir það. Þeir telja niður hérna línuverðinir og býtu. Þarna bjargar Jóhann á línu maður. Já, þetta darraði að koma til teiknum. Já, ég myndi segja að það væri mikill aðgangur hérna í tegi Víkinga. Linda kominn vel tilbaka hérna. Snirtilega gert og Begga, sett hann! Tattu skrifið, skjóttu svo! Æ, hún býður að Linda komið hérna á flugferð bara í svo hraðlest hérna. Ég er samt mikill aðdáðandi þessari skota frá hérna. Já, frá miðju. Ég hef alltaf skotið sko. Já, eins og Sabio Alonso. Ég er eins og Sabio Alonso, það er það sem ég kalla þér. Sabio Alonso. Örfætti Sabio. Ég kalla það Sabio Alonso. Nei, þetta var ljótt. Afsakið þetta. Það er smá föstaskall í mér hérna. En já, þetta er Begga svo líka maður. Já, vel gert hjá henni og sömulegis. Linda vinnur boltan hérna í rétt fyrir saman tegin og vinnur Beggu. Júmskrisendingu. Já, tók svo bara 8 metrar sprett. Þú bara keyrði hún eins og þú að leiðandi Keflavíkur. Einmitt. Nema, já, ég þarf ekki bíl til þess. Nei. Begga með hotspinninu hérna er frábær spyrnumæður. Já, flott hotspinna. Birta, býtu þetta ekki búið. Birta, Vera gerði vel hérna í markinu hjá Já, liggur á þeim aðeins núna. Ef við höldum þessu áfram, þá er veisla á leiðinni hjá okkur í kvöld. Það leysir þetta vel líka stjórnustakkur hérna á miðinni. Það er svona smá tutta okkar konum. Það er aðeins svona tólum á og hrinda á svona. Ég sakna þessi síðustu leikjum. Já. Hún fer bara skotið. Nei! Vá, héðan séð leiðinni ekki sáskilt. Við erum eftir myndinni. Það er ekki svo mikið. Við erum frá til skilaboð viðjum tæknimannum að skora þetta. Það er leiðilegt að heyra. Hvernig getur það verið, segi ég nú bara, kæru áhorfendur. Það er útækt á þessu. Stjórnar kynningarnir fara með Kia kynningarboltanum. Þar. Það er leikmaður Víkings eitthvað að kvenka sér hérna á miðlínunni. Sýnst þetta að vera Svanhildur, já. Hann gefast okkur smá tíma til að skoða tæknimálinn hérna. Já, 24 sekúndar delay, það er aldeilis maður. Já, hérna, hér kæru áhorfendur, afsakið þetta innilega. Maður sjá. Það er eitthvað furðulegt í gangi þar hef ég ekki útskýringu hvað er í gangi. Sendingar fyrir og náttúrulega kemur þessu aftur fyrir hotspinna. Ég heyrs betur í mig núna. Ef ekki þá verð ég bara tekinn á lífi hérna. Talað þú bara eitthvað, ég ætla að prófa það Ég ætla að prófa eitt. Það er ágætis tricks hérna hjá Stjörnunni en Víkingstelpurnar vel vakandi og ná boltanum og það er komið að leikþætti hjá Köllu í markinu. Hérna sem fannir að taka á móti boltanum en missir hann út af kast sem Stjarnan á. Jakobína lyftir þessu inn á tegin en Áslaug skallar þetta frá. Svo hann er staðan á fætur og kominn í barátuna. Aftur Áslaug til varnar. Keyrir af stað inn á miðjuna, missir boltann svo langt frá sér en hvað. Góð pressa hérna á Víkingsliðinu en Stjarnan vinnur boltann. Já. Jóhanna niður á Ernu, þetta var hellisending. Missa boltan frá Mætt.
ágætlega að spila hjá stjörnunni. Það klukka alla leikmenn eða hvað. Jakobína. Þetta vel spilað hérna á stjörnunni en hérna mistur fæturnar hérna og boltinn á Kötlu í markinu. Gía. Nei, Stjarnan vinnur þennan boltann. Svanhildur er honum aftur. Innkast sem hvað? Víkingur já. Þetta er hárrétt. Það lindar yfir barðinni. Stjarnan komið boltann hérna. Smeyjum hérna inn fyrir á þessi guða en hún var boltanum. Gía, Svanhildur. Langar bolta hérna fram, en það er bara stjörnustúlka. Hún, ekki nöð. Já. Svona í baráttu hérna með Ernu sem hefur betur. Setur tilbaka Katlu. Baka. Katla. Gía sem gæti sem milli. Já, sló skilja þessum út af. Meiri pressa hérna frá stjörnunni núna. Það eru 25 mínútur konar á leikleikuna núna. Við vorum að fá þær upplýsingar frá tæknimanninum okkar að þetta er vantanlega út af þessu frame-rate. Við erum að senda því í 1080p. Þeir eru vanlega að senda í 4K. Þannig að þetta er eiginlega okkur að kenna líka aftur. Tökum bara á okkur. En það er unnið að viðgerð. Þannig að við verðum bara eftir því miður því njótið það bara að horfa á veislunina og svo heyrið í okkur eftir að ógeðslega glaða. Það er allt í lagi. Við leikum aðeins með smá stjörnundar aðeins með svona meiri ná smá völdum á vellinu núna. Þurfum við að verjast. Það er smá sveffer. Já. Dís kemur þessu bolta fyrir. Stórhættulegur bolti þarna. Vel varist hjá okkar stelpum. Það þarf að komast fyrir þetta hörkuskot þarna framhjá. Já, þetta vera Hulda sem áttu þetta skot þarna. Katla stillir upp í að taka langa spyrnu hérna upp vinstra megin. Hérna barðinni og hérna vinnur innkast fyrir stjörnuna. Ég lýsa bara svo að sé ekki delay, en svo lögum við þetta bara til eftir í klippum út hælandinn. En ég held að Baldur töframæður, ég hef fulla trú á hann. Jú, ég hef ekki trú á öðru en að finna lausn. Neita trú á því. Þetta munar alveg helling, ég var að skoða þetta núna. Þetta munar alveg helling, en þökkum Gunnar Magnúsi sem ég kallaði óþarfan áðan. Við hann afsökunar á því. Þvílík móttaka maður. Já, Birna hann með geggjaða móttöku skot og í varnarmann og hvað, já, Katla hefur verið hendan inn í sínum höndum. Það er að leita að einhverju hljóðu upphljóti þarna en fann ekkert, en Hildur Birtu sem er fórst að hérna upp. Ég er hann að koma aðeins svo langt kannski þarna.
Stjarnan vinnur bara boltan strax aftur. Þetta var fullur þess maður. En það vinnur aftur strax þarna. Þetta ekki góðust öllum eins og boltan. Þessi margir af vellinum góðu til þess. Við getum ekki þetta að kynna boltan frá vellinu. Nú Svanhildur með smá plásutíma. Já, flott. Þetta boltan núna, Gíja og... Jú, hún heldur þessu ná, nei. Þetta engast. En við, mögulega þetta hljóðvandamál tengt í að hér frostinni. Hér mínus 14 díkiská á Kelvin-skalanum. Og þeir sem þekkja hann þá, ekki alltaf þekkir hann ekki. Þegar hann kannar þessi bara kóksopa núna. Góðin í pásu, en vel gert þarna á Stjörnunni. Þetta er álítlegt hérna núna. 4-3 en Erna Guðrún hvað segir maður, margra manna maki hérna í vörðinni og vinnur útspark. Fáránlega vel gert. Bara etja kappið þarna við Hrefnu sem sterk og hávaksin. Já, hún var helviti erfið við okkur í síðasta leik. Já. Mikil pressa núna hérna með Stjörnuliðinu að vinna boltan. Hrefna komin inn í teig, fyrir skot, nei, vörnin tekur þetta og hvað? Begga nær boltanum. Hún veit hvað Linda setur hann upp í vinstra hornið. Linda hérna í kapphlaupi við Önnu Maríu. Linda bíður eftir að Víkingstelpuna fylla teginn, vel leikið hjá henni, kemur boltanum fyrir og hvað? Nei, Birna hérna komið fyrir þetta og kemur boltanum út af í innkast. Já, semst Gíja ætla að kasta þessu inn. Finnur svona Svanhildur og fær boltan aftur. Aftur inn, nei. Hrefnaði bara þarna með afslugu. Já, nei. Ekki það að glemdu hugmyndinni. Þetta ekki, vá. Hún ágætt í fótbolta þessi. Já. Svanhildur, nú til vinstri á Gíju, kemur boltanum fyrir. Jóhanna á ferðinni inn, en Vera velvakandi. Það keyra strax fram, Sigurður. Meiri hraða í þetta þjálfari Stjörnunnar að kalla eftir. En þessi sending ekki nógu góð fyrir þær. Emma það að snúa hérna og finnur Birgittu. Birgitta var innkast. Við erum nefnilega að koma hérna í tæklinguna. Já, 15 mínútur eftir, eitthvað. Já. Það þá 15 mínútur pluss 15 mínútur til þess að finna út úr þessu hljóðvandamáli. Já. Nei ekki? Og svo 24 sekúndur, eða ekki? Jú, 24 sekúndur viðbót, þannig að það hefur góða punktur. Fyrirliðabandinn Ernu nefnilega alveg eins og auglýsingin á Hæ Erna! Þetta er mjög fagmannlegt hjá okkur hérna í Víkinni og við erum ekki fagmenn, Björki. Nei. En það er gaman hjá okkur. En fyrirliðabandinn er svo líkt auglýsingunni. Ég held að það allir séu fyrirliðar í dag. Já. Það er mjög röflandi. Áfsveitóra já, það er rétt fyrir það. Þær eru ekki rosalega stressaðar þarna aftast. Nei. Ágætis hugmynd þarna, en við erum með þetta. Gíja þarna, alltaf aðeins að fara aftan í hana. En nú komin smá pressa. Þarna mátti engum muna. Hérna var að komast ágætis færi þarna. En boltinn í höndunum á Kötlu núna. Það er nú bara fyrir frábært að hún tekið pikkvort þarna, kannski fullsnæmt. Nei, það til í eitt pikkvort. Begga mjög örugg á boltanum, gaman að sjá móttökurnar hjá henni og hvernig klók að losa pressuna. Já, það skiptir ekki máli hvort þú farin á vinstri eða hægri, hún bara snýr sig við og þetta er alltaf svo einfalt, sko. Ég kann að meta svona miðju. Já, Linda kemur sér til boltan. Snýr svo bara, fyrir bara sjálf. Já, reynda að finna Jóhannu hérna eða Birgittu þessi var aðeins vinnulega. Linda er bara komin í eitthvað miðjuspil hérna, búin að skipta við Birgittu kannski. Já, flott.
Aftur, aðeins venjulega. Sendingin örlítið venjulega á. Það kemur langur bolti hérna á Stjörnunni. Þarna er Tulli að skalla frá. Jakobinn er bara klífur veggur þetta fyrir okkur. Já. Bara neitar að hleypa okkur aftur fyrir sig. Já. Þetta er bakið á Jónu, vel gert. Og skalltennis með tegin. Við erum komið sér burti núna. Þetta er búið að vera ansi langur tími hérna í kringu tegin. Það skallar hann. Hann er aldrei hendi. Þetta væri hendi þá þurfti hann að hringja í lögregluna. Já, það er bolti hérna fyrir og hvað? Katla, hún er þessu. Já. Þetta var ekki auðvelt viðurinn hérna. Nei. Það hefði getið endað með einhverjum árekstrum líka. Stóð hættilega sending þarna. Bjóst við árás á boltan en það kom enginn. Mér finnst þetta þær og hún á ástæð að tala saman strax. Þarna er eitthvað að breyta. Mér finnst þetta búið allan leikinn. Það búið að vera hérna auðlust og svona einhver bæting í voru þær einhverju hópefli eða eitthvað, án gríns. Já. Þekkið það ekki sko. Hrikalega gaman að sjá þetta. Hérna Aspvíkinslið komið að hita upp á hliðlínunni. Já, smur við. Já, vel gert þetta. Lappir segir hann. Já, ekki þessar lappir. Þessi gæjar hérna var klók að snúa hérna inn og sjá að Stjörnustelpur eru að finna núna hérna einhverjar opnanir. Vel gert Úlfur Halldórsson á. Það er ekki vel sending að díla við. Vel gert þarna, kemst inn í tegin. Og hvað? Út í tegin. Skillega. Þetta Björgur var línu eiginlega aftur. Skalli og þessi yfir. Vá, þetta var vel. Þetta er ekki margir sem hleypar fram í Jóhannu eins og hún sé ekki stannum. Það er alveg á hreinu. Það var vel gert hjá hann. Já, Hildar Sundvarda, hérna nr. 15. Skotið. Ekki. Já, þetta var ágætiskafli af Sjöfri núna. Nú vil ég bara sleppa meira Sjöfri og fá smá meira gleði í Víkingsleikinn. Já, það vantaði aðeins upp á hérna tvær sóknir hjá Víkinga sem að sendilega voru að koma svolítið innarlega. Einmitt, og byrta á okkur hérna. En já, það vantaði ekki mikið upp á að við næðum að komast í gegn tvisvar, þrisvar í röð. Svo það kemst þetta núna. Ég fyndi að heila línuverðin eins og miklu samskipti. Er þetta alltaf leikið svona alltaf? Já, ég held það. Alveg meira en ég. Já, vel gert þetta. Linda setur pressu hérna á liða Stjörnunnar. Það er að skilaboð frá tæknimanninum. Það verða að gera tilraunir til að laga þetta í hálfleik. Hún var Birgitta, hún er svolítið aggressív, ég finna þetta. Já, alveg láta finna fyrir sér. Þetta er spila hérna í Stjörnunni, það er að komast óhindraðið gegnum miðuna. Það þarf einhver að fara á móti. Já, það gerir hérna góður það. Það er skotið þetta yfir. Kannski ekki þreyta undir lok fyrirhálfsins, en það er svolítið verið að horfa núna þarna og ég veit það ekki. Við erum að bjóða hættinu heim með þessu finnst mér pínlítið. Emma. Já, kloppi. Telst með. Það er svo svöld snertingana hjá Birgittu. Þetta er svona 6-7 svona moment sem við bara svona aðeins. Það er konar áhugaður á stöðu, sko. Hérna er alveg geggjuð þarna. Já, gefst ekkert upp en. Klemt þetta svona, stundist upp að vinna boltan. Dís. Leika þarna Emmu og Erna er tilbúinn. Með útlæða leikinn þessi stelpa. Kemur boltanum fyrir og skot, en Gía er þarna fyrir þessu og aftur skot. Í áslugu og hvað? Það er að halda þessu. En þetta var komin ansi erfið stað eitthvað okkur maður. Stjörnustelpur gjörsamlega með okkur pinnaða niður í vítategin. Við þurfum að losa þessa pressuna aðeins og fá smá boltatíma á þeirra vallarhelmingi. Takk. Skiptlinga er að halda boltanum vel. Emma er komin inn alveg upp hægri kantinn. Já, vel gert hérna. Já, það gengur. Já. Ok, við ná smá stjórn á þessu. Aðeins að halda boltanum. Þetta er búið að vera, svona síðustu korter er búið að vera alveg svolítið erfitt. Já. Þú leikir mikið á okkur. Það kemur önnur tilraun hérna hjá Birtu.
að finna víkingsleikmann fyrir hann. Nei. Þarna kom boltinn. Já, hann setur upp pressu á... Nei, við ræðum með þetta. Það er að spila hérna á Stjörnunni. Skipta hérna yfir á hægri. Svo aftur yfir til vinstri. Það er svolítið að snúa sér tilbaka þess að ég gerði fyrst alveg fyrir leiksins. Það er svona að tegður svolítið vel á okkur. Þetta er búið að svolítið þröngt hjá þeim. Þarna mjög framalega að vinna þennan bolta og hvað? Svolítið. Nei, þarna anskotin. Þarna mátti ekki miklu mun að hún kemist í áleitlega stöðu og blunda á galopinn. Já, mitt. Það var að gera þetta mjög vel hérna í Stjörnuliðinu. Já, Erna bara tekur boltan hérna en sterk. Þegar við þegjum þá erum við að horfa sko. Það vera margirlega þarna. Já. Þetta er yfir. Vallamark. Já. 3 stig. Boltan hérna á Birgitu. Vel gert þarna. En missir að boltanum. Þú tölur þetta svona Dennis Bergkamp fylgir í þessu. Já. Þetta er rangstaða. Já. Spurning Jessica Ægir saman fyrir innan. Hörðu aðeins í sending. Kom. Bendur líka KSÍ á það að það vantar eitthvað svona glögga rangstuðu metendur. Já. Með Víking alltaf. Já. Þá erum við til í það. Já. Alltaf rangstaða þegar við erum í vörn. Já. Aldrei rangstaða þegar við erum svo. Aldrei. Þá erum við bara sáttir. Þarna, ná vel að gela saman alltaf við Erna fyrst mér. Hann að klikka eitthvað pressan á Stjörnunni og nú eru konar í góða stöðu hérna. Hann ætlar að finna Emmu sem var komin inn á miðjuna. Já. En innkast. Slög. Já. Hann lyfti boltanum hérna inn en... Já, þetta er aðeins svo mikið hitinn hóp þarna þegar þarna var engin þessi bolti þegar það var miklu lengri og eða bara of erfið til að geta náða til endur sko. Rætt. Það er stendis að gera sér klára til að taka engasti. Við sjáum þetta svo vel núna, stöndum við þetta við brúnum. Já. Vonum að þetta glerhaldi. Já. Hörðu. Þetta er fyrst sem það gerist í sögu Víkingu TV og Ásmundur. Það er rándýr boltasækir. Ásmundur Arnarsson er mættur. En ekki Arnarsson er ákveða. Já. Í miður gat hann ekki hent til Dótturssonar en fann Emmi Steinsen. Nú með langa bolt upp hérna undir á. Já, Ingar sem Víkingur á. Já, rétt. Sigurður Skram hérna á flagginu með þetta allt á hreinu. Skramarinn. En hérna, meðan við erum býðið þrengastunni þá er kannski best að nefna það að við vorum í ferð til Reyðarfjarðardaginn og gleymdi Erna Magnúsdóttir Símonarssonum í Netto. Bara nefna það sem dæmi, hún er ekki, þó sem frábær í vörn, þá er hún ekki góð í að muna hvað Símonarinn er. Það var Hulda búin að vinna boltan fyrir Stjörnuna og Geysast var hérna fram, Birta til varnar, Emmar koma líka hérna. Það veitar hún á miðuna og það er eina allt opið hérna hægra með núna. Það gerist. Sending fyrir, Þarna vorum við heppin maður. Þetta var vel spilað og þetta skólabókardæmi síðustu sendinguna, þá var það þetta held ég. Þarna það getið farið mun verð. Já, þarna vorum við stál heppin. Já, eða heppnar. Við heppnar. Segir maður það? Ég segi það oft sko. Okay. Ég veit svo þetta mann sem fekk bara fyrir hjarta þegar hann heyrði sko öll væri velkomin, en ég veit ekki alveg hvað það þýðir. Ég er bara spakur. Mér finnst svona svolítið plasthljóð þegar að sparka þér í hérna bolta. Já, hann er svolítið svona eins og eitthvað stamur. Ég nefnilega var nýr í Vík á hann, þá hérna sparkaði Tariq Ibrahimovic boltanum sem í bílið mig. Já, ok. Ég var ekki ánægður með það.
sparkaði hann tilbaka og mér fannst hann mjög skrítinn. Út á öllu vanur. Ég er vanur sko gömlum silfboltum sem söfnuð í sig vatni. Já. Þú veist. Það kallaði nárabröðurinn. Það er loftspörk hérna. Já, leikurinn er svolítið búinn að snúast í hendurnar á Stjörnunni og við erum bara stálefnir að við erum búin að fá okkur eitthvað meira af lesingu sko. Ég fann ekki að vera þessi út af. Sem sýnst skilabúðin á bekknum okkar vera bara að klára þannig hálfleik. Já. Svo verður þetta rígrúpa. Ræða málin. Það er hérna. Það stígur þetta boltan. Já, það næri hann ekki. Hann er ekki boltanum, en það gerir eins og það. Þeir eru að vinna þess að annar boltin er bara þeirra bolti sko. Já. Þeir eru með 2 eða? Þeir eru með 2 bolta. Þetta dansar hérna. Spóla sig hérna fram hjá Jóhannu og kemur boltanum fyrir og hvað? Þarna má engum muna heldur. Nei. Wow. Ekkert segir dómarinn áfram með leikinn. Linda lífi fann að stað. Já, herðu, þetta getur orðið smá kapplaup, sjáu þetta maður. Anna María, þetta er rosalegt. Hún á hérna tæklingu og ekkert dæmt. Ég held að þetta hefur alveg... Þetta var, annarkort er þetta mjög gullspjald, þetta klikar, en þetta var fullkomið þetta. Respekt á þessu tæklingu. Flott tæklingu á Anna Maríu, Guðmunni, til það stöld tæklingu þá hérna meginn. Já, þessi leikur er ekki fyrir þá sem að geta verða að horfa alltaf svona annan helmingin í einu. Nei, það er bara... Þýðir ekkert að vera... velja við hlutina, bara áfram bak. Það er ekki blikka, en þessi sprettur við Lindu og hún er náð þessu, þá held ég að einhver hefði hringt í lögreglunni. Staðfest. Lögreglunni í Garðabæ, sko. Nú, hæ? Já, ekki Reykjavík. Þetta var svona 30-40 metra sprettur og hún átti engan síðan bolta. Það ætti kannski að vera hraðamælaðin. Ég held að það sé komið inn hraðamæla, sko. Ég held að þetta Rainbird vökunarkerfi sé bara hraðamændavel, sko. Þær eru búin að komast oft í svona stöðum aðeins. Þetta gerir vel að kemur boltan frá Jóhanna spretti, sjáu hraðan á henni. Nei, hún er ekki þessi grút á hverstastjarnan á. Sennilega ekki mikið bætt við hérna fyrir hálfleikinn. Nei, ég líktist að það væri bara nákvæmlega 45 og flötu aðeins. Já. Sýnist að vera komið með flötuna í höndina. Það er vel gert þarna á Svanhildi og það setta bara í gær. Þetta er Svanhildur. Hún er með Lindu með sér, hún er með Birgitu með sér. Hún er með Lindu með sér, nei. Það þarf að fara í þrýðingu.
prófum þetta. Við prófum þetta bara. Prófum þetta. Langbest. Við vorum að fá skilaboð frá töframanninum, Aldri töframanni. Hér verður búið að laga hljóðvandamál eða hljóð... Hvað sagði þér? Gallinn? Ég segi gallinn að við getum kannski illa staðfest að þetta virki akkurat núna. Nei, við höfum ekki mikinn referens. Jú, við höfum það. Þannig að Lísbeth að lappir öllin. Býtu, þú segir eitthvað. Má sjá. Við gefum ekkert við mig. Jú, býtu, ég skal kíkja á þetta. Ég laki mér. Kona mínu vildi og sem geti gert. Lísbeth gengur í átt að díabónum hjá Stelbónsmari hýtu upp. Þetta staðfest, þetta virkar. Sko, hljóðið er betra í útsendingunni heldur en hjá okkur hérna við hlið. Heldur því. Það er magnað, en frábært. Seinni hálfleikurinn er framundan og þá er... Við getum upplýst ykkur sem eru að horfa og hlusta að það er verið undirbúa skiptingu hjá Víking. Vistu þú ekki segja nú oft kæru áhorfendur? Kæru áhorfendur. Kæru áhorfendur, við getum upplýst ykkur það. Það eru 2 skiptingar framundan. Já. Það er engar smá kanonur á leiðinni inn á það. Við getum kannski bara leyfa ykkur að... Giska. Nei, bara að bíða. Bíðum aðeins með þetta, já. Við veitum það, en ekki þið. Við segjum engu frá þessu. Nei. Svo bara, jú, segjum þetta, nei, ég er mjög spenntur. Þetta er skemmtilega breytingar, en þá spurning fyrir hverjar. Ég meina Bergdís, sem er búin að skemma helminginn af þessu. Já. Hún er miðjumaður og hinn leikmaðurinn spilar framalega á vellinu. Já, þá ertu búin að koma upp það. Já, en sko, Linda er ekki fór út af. Hún var samt eitthvað að kveikka sér aðeins í fyrraleik. Já, spurning sko, Svanhildur var líka aðeins sat aðeins eftir og kveikka sér eitthvað. Gæti hún verið að fara á velli? Gæti. Geta verið að koma út af mísvæðinu. Það er erfitt að segja. Finnst Rakel líka verið að koma í svaka uppbytunargýr hérna. Já, það voru búin að rífa sig úr æfingartreyjunni. Æfingartreyjunni og spurning hvort hún sé að koma inn fyrir Svanhildur eitthvað. En við vitum ekki neitt. Við vitum ekki neitt. Við erum bara að giska. Því að, vitið það er 2025. Við erum bara með eitthvað Baldur hérna, sem ég hef aldrei hérna. Þú þekkir hann. Já. Frábær gaur, segir þú. Já. Og við erum bara að laga eitthvað hljóðvandamál, svona deilingar, tölur í skilinu. En af hverju er ekki að setja í hálfleik að það er bara skipting? Kemur það nú skýrslega? Er ég að biðja eitthvað á mikið? Er ég á neikvæður? Ég er á neikvæður fyrir ekki, ég veit það. En er ekki að gera þetta einhvern veginn meira live? Við erum að kaupa 8 stats aðgang til þess að geta gert það. Sjáum nú að það er komið markið komið. Það er ein markið á skýrsluna en ég held að það sé ekki engar skýrsla eittingar komið sko. Og svo hef ég sé leika þar sem ég hefur komið að leika. Já. Það er. Það er að prófa hann. Kannski. Hlutið af þessum nýja VF KSÍ eða? Ég vona það og Jón Kári Eldon, hann er náttúrulega við erum óvinnir, ég og Jón Kári. Ég bara fór í mútu því að segja þetta. Já, ok. Og hann gerði grína með fyrir Photoshopið hans að kýla sig. Það er ekki. Hafði með að háða á spotti á internetinu, en grínið er alltaf honum, þannig að ég var allan tíman að grína sjálfur. Þannig að þetta er allt í lagi. Já, svona er þetta. Ég syns líka, Birta bara svona cool, hún er bara, nei, Katla verður áfram, já. Birta er líka bara komin úr galanum. Já, þetta er nýtt tricks frá John. Það er í leiknum. Það er að tála. Við í gang, það eru klára. Já, maður veit aldrei hvenær maður þarf að nota varamennina. Sjáum að... Já, veistu af hverju Arnar ekki á skýrslunni? Nei. Hún er búin að koma inn á, hún er búin að vera, hún og Annika, partur af meistaraflokkstíminu, hún er bara alveg að þessari og byrjuðu undir síðasta haust, í lok tímabils. Og þær eru báðar bara eins og séu líka bara fullorðnir leikmenn sko. Já. Og Arna er náttúrulega bara svona eins og einhver orku sprengja sem kemur að inn á sko. Það er frábærar. Það er eftir að fólk sjá hana 2009. 2009, einmitt. Við vorum hérna ég þreytist ekki að segja þetta, en Rebekka byrjaði að segja 2009, ekki? Jú. Já, hún var sú sem að átlokur kvíða þarna 2023. Já. Þá sáum við hana, 15 ára, 16 ára. Já, leikum akkurat hún. Með Helgu Hermanns í sér, sko, Jesús Kristus. Hún er einmitt á farið til reynslu hjá Nordsjælland. Nei, þetta er bara breaking news hérna? Já, þetta kom bara í dag. Já, ok. Hún er að fara þá þaðan frá Gróttu, ekki? Líklega, hún er allavega að fara hérna á reynslu hjá FC Midtjylland. Frábært. Við viljum sjá þessar toppleikmenn fara í atvinnumennskuna. Já, ekki spurning. Mennskan er að heldur betur þetta í gangi í bestu deild kvenna. Já, okkar allra besta Sigdís Eva Baradóttir
sem örugglega límdið skjáinn að horfa núna. Já, og hérna pappina sem nú ekki sá skemmtilegasti. Nei. Nú fæ ég einhverja pillu senda í skilabúðum. Við sjáum að Áslaug eru hérna... Heyrðu, Linda komið hérna bara strax í... Ég myndi vilja fá aukaspyrnu. Já, ekkert segir dómarinn. Nei, hann ekki sammála okkur og það allt í lagi. Hverja fóruð þú út af? Við missum út af Birgittrún. Já. Það sýnist mér. Birgitta og Svanhildur eða eitthvað. Nei, Svanhildur út af vinstri. Bitu. Begga Sólur næna líka. Við ætlum bara að vera 12, það bara best. Já, flott. Bitu, erum við undir? Nei, Jóhanna. Jóhanna fann þetta, já. Já, og Freyja kemur þá á hægri kantinum. Þetta var mikil mistrija. Já, við erum hérna, samanlagt erum við mjög heimskir, en Sigurlagi eru ágættir, sko. Þannig að þetta er kannski að lýsa þessu oftar í Sigurlagi. Það er gaman að sjá þessa breytt, gaman að geta sett Freyju og Bergdísi inn og átt inn í Selmu og fleiri leikmenn. Stjóri og Ísfold. Já, það kom ekki til að horfa á hana spila með Víkingi sínar, svo hann lindur hérna. Þetta Bergdísi rángstæð. En þetta telst með... Snirtilega ákvíslasamt þarna hjá Svanhildur. Já, með vinstri. Fögnum því, en þetta ekki, telst ekki með, en í okkar bókum 2-0. Já. Andlega. Já. Það var vel spilað. Svo munum við alltaf sjálfsögðu teikna línundur okkar eftir leikinn hérna hjá Björki með okkur. Við erum með Paint Shop Pro. Já, var edition. Já. Bergdís, baka afstöðu. Gía. Mikil pressa núna hjá Stjörnunni. Kemur hérna Freyju. Tekur árás, snýri inn á miðjuna. Já, þetta flott sending hjá Birku hérna inn fyrir Emmu. Emma að reyna að finna... Freyja, en... Nei. Það er ekki horn, nei. Það verður ekkert gefins í seinni hálfleik. Við heyrum hérna ískan þjálfara okkar, John Andrews, karga horn. En hann fekk ekki það sem hann vildi. Ég hef ekki búinn að heyra hann karga boltinu með 2. Nei, boltinu með 2 er ekki búinn að koma í dag. Þetta ekki þörf á því, það búið að vera góð baráttu og með fyrirháleiki þá seinni hálfleikurinn bara veisla framöndan. Ég hlakka til. Áslaugur að gera þetta frábærlega þarna, en ég með það sem kallast mjög alvarlegt commentator curse á lokastígi. Ef ég segi eitthvað jákvæmt þá hreinur viðkomandi leikmanns. Frábær sendingu Stjörnunni hérna í því samhengi. Þetta er flott sókn hérna. Nei, Þetta er rángstæð. Og þetta telst ekki heldur með. Staðan er það enda 2-0. Við erum alltaf að ruggla hérna tæknimanninn okkar, hann veit ekki hvernig staðan er. En það er 1-0 fyrir Víking. Og þarna var vel spilað hérna, þarna mátti ekkert miklu muna bara 2 mörk komin þó rángstæð hafi verið á 3 mínútum. Þarna vitrinni Emma Steinsen býður sig. Já, gerir þetta frábærlega, þetta þekkjum við Emma Steinsen. Hlaup hérna hjá Bergdísi. Góð hugmynd. Frábær hugmynd. Já, frábærlega gert hérna hjá, er þetta Ylladís? Það hlýtur að vera. Ólafdísi, nei. Þessi tækling var á hættulegum slóðum. Þetta er ekki búið. Nei. Birta tryggir að þetta er búið. Það er Linda í sínir kjörstöðu. Aftur körsa ég hana með þessari jákvæðni minni. Hún er nefnilega alveg ótrúlega góð að halda boltanum uppi og ég veit að Kristófer Sigurgeirsson er ennþá með martraðir eftir leika á móti Víking í fyrra. Hann sér það í draumum sínum og martraðum. Það kemur þessu hérna... Þær eru ansi hættulega, þetta vantar ekki mikið upp á þarna í loka skrifanum. Það ætla að reyna að róa þetta eins niður. Það var gott þegar hún róar fólk niður. Já, róleg. Já, bara fyrsta sem ég hugsa þegar ég er kallað er bara róleg. Afslöpuð. Strók. Já, ég er búin að vera fín í vinstri bakkanum í dag. Það sem rætaði ekki að Freyju, en það gerir ágætist til hérna. Hún er með þetta fyrsta skref þarna sem er mjög ósanngjarnt. Hún er með eitthvað auka gír.
er að dega við hana. Krók þarna, sem sér fram fyrir vinnuboltan, breytið á henni. Já, spilna. Tekist út. Þarna reyna að finna Lindu hérna sem er komin út hægra megin. Freyja farin fram. Kemur stjörnuliðið. Guðrún. Já. Viltu hérna inn fyrir og hvað? Dóra sópar þetta hérna upp. Linda, já, halda boltanum. Það er vel spilað hérna á stjörnunni. Komum upp hérna hægra megin. Frábæra vörn hana og Birta finnur Freyju. Begga kemur hérna, mistir boltann hans langt frá sér. Þetta er verið þessi gæði sem hægra megin. Það fara hérna fram með Svaldi, snýr henni miðina. Það er skot sem að Birta fer fyrir. Bergdís að verjast hérna vel. Jessica með sendingu fyrir. Emma kemur þessu út hérna, kemur Linda. Ekki mikið hjálp hérna, hún reynir að finna Freyju. Nei, Stjörnustelpurinn að vinna boltan aftur. Þetta er ekki koma á sama staða í fyrirháleik. Mér líst ekki alveg svo þróun. Nei, þetta er ekki því ákveðsum staða. Það var mjög vel. Það er búið að drilla þetta lið greinilega vel. Algjörlega. Þessi bolti þetta var góð hugmynd, ég gef henni það. En þetta var erfitt. Fast og langt. Fyndi hvað hérna ég var raukstýrið sem vorum að lýsa sendurleikina fyrir þá sendum við út næstum okkar kameru síðast hérna. Það var það? Það var stóð á kamerunni og það gekk bara ótrúlega vel. Rátt fyrir hversu takmarkaðir við erum. Já, ég hef ekki mikið gleymt mér. Nei. Fynda með góðast og þetta vel gert stegað niður boltan og skildi hann til fyrir Freyju. Já, Freyjan er að halda boltanum kemur inn á miðjuna. Begga, svo hérna Svanhildi. Begga er með fót. Þvílík skipting. Þetta er náttúrulega Svanhildur að koma beint á Bergdísi en hafði meiri tíma. Já. Við geta tekið boltan kannski niður. Ágætis hugmynd. Linda kom út á kanti meira, Bergdís stóttin í hlutverki hennar Birgittu og Freyja upp á topp. Já. Gía, Helur mjög hérna á stjörnunni. Freyja með vel gert. Þetta var þetta mann alltaf að hugsa að þú sért gjörsamlega í bakinu á henni. Begga nei, vissi hann fá sér þarna. En gerir vel og brotið á henni. Ekki spurning. Þetta aðgangshörð. Er ég kallaður aðgangshörður? Já. Þetta er sennilega svo versta sem ég hef sagt hingað til. Þú ert líka kallaður Laddi og ég Halli. Fróvish.com. Jæja, Áslaug finnur þetta Birtu. Aftur meiri tími, við höfum alveg meiri tíma þarna. Freyja pressar þetta vel þarna, en sendingin er frábær. Já, það er mætt út. Já, við býðum eftir pickford dagsins. Já. Köllum eftir því. Erna sér Lindu þarna og spretti upp kantinn. Já, finnur hana. Þetta biður aðstoð, finnur Bergdísi hérna sem komur upp hérna.
Þetta getur svolítið áhugað síðan fyrir Bergdísi líka í bestöldinni. Þetta var bara töfrar úr takkaskot. Þetta voru skotnir. Ja, það er smá gæði í leikmanninu líka. Já. Ég meina það. Smá. En já, ég held að þetta getur svolítið stórt síðan fyrir Bergdísi líka. Já. Bergdísi er búin að vera ansi mikilvæg fyrir okkur undanfarin ár og ekki markaskorurinn er eitthvað sem ég var til sem meira af. Já, sammála. Alveg mörkin og skoðaði fyrir að voru geggjuð. Og þetta Breiðablik náttúrulega sennilega eitt af mínum uppáhaldsmörkum hjá henni. Ég bara ekki leiknum sem að Selma skoraði mark ársins að mínum mati. Það held ég, jú. Tók hann við touchið og svífildi hérna varnarmenn Breiðabliks. Já. Það er ekki að lyfta þessum inn fyrir. Þetta er ekki öfundsjálf hlutskipti fyrir hennar Ernu að vera að díla við hana fram með þarna. Nei, hérna er nefnilega, hún er svona ekki hausnum herri, heldur hún er sko nokkum hausnum herri. Já, hérna missir Stjörnur setur boltan á vondu stað. Kemur Linda, Birta, eftir Linda. Svo út í hæri. Linda það bara sjálf í þetta og hvað ætlar hann að gera? Hann fer í sendingu eða skot og hvað? Já, þetta er svona skrítið. Stöða leikinn út af höfuðhöggi, já. En ég meina, jú, ég veit það ekki, ég ætti ekki að vera kvart í þessu. Ég er mikill talsmaður þess að já, þetta er stoppa að vera viss. Sammála því. Þetta fáum við vantilega bara engast í dómarinn. Þetta er vel gert dómarinn, í staðan fyrir eitthvað stefna boltanum. Já, dómarinn, Já, dæmir hendi, já. Ég er nefnilega átt í samtal við dómarann sem hefur dæmt fyrir Víking og spurði hann út í þetta. Þetta sér línumvörðurinn og ég er ekki gagnrýna, ég rýnandi gags, ekki gagnrýna. Þetta línumvörðurinn hann er millimetr. Þá sagði bara henni, svimil dómar segja ekki flagga. Svimil segja bara ég dæmi. Þá er það að tala saman, þeir eru með ég vissi þetta alltaf ekki. Hann er að spurja hann bara, er þetta hendi? Já, ok, þá flautar dómarinn. Þannig að maður er partur á því að línumvörðurinn sé ekki meira að gera, það er að þeir eru búin að tala saman um það. Þarf ekki að lyfta upp flagga. Bergdís tekur hérna aukaspyrnu. Bolti fyrir þarna. Já, það er einhver að gera árás á þetta. Nei. Það er einhver ásöktur að kemast í boltan. Skoraði markamóti Breiðablik sem var dæmt að vera rangstöðu í síðasta leik. Maður er búið að skoða það aftur, það var aldrei náttúrulega. Það var náttúrulega staðfest. Skemmtilega gert hérna, Erna, Bjartunni, nei. Stjórnast ekki að vinna boltan. Það eru tvær hérna núna. Emma er klók, jú, gerir þetta vel. Það áferðinni. Gert hérna líka að Beggu að halda hrefni frá hlaupinu. Þú ert ekki að djóka með þetta, þú skoðaði þetta var rángstæði af Lindu, sko? Já. Já, ok, ég held að þú var ekki að grínast, ég held að þú var ekki að lögregluna fyrir þig. Ég var bara með víkingsgleru. Já, þau dutta mig snögglega þegar ég kíkti á þetta slow motion. Já, það var slöðu komin í vandræði. Jessica setur pressu á hana. Það er að vinna boltan hluti hátt þarna. Já, Birta klók. Engar sem Víkingur á, þetta var vel gert við Birtu. Ég er svona að finna félaga þarna en finnur Lindu líf. Þetta var svolítið hátt en ég sammála Lindu, hún spurði svona með handabendingu og en þær eru bara mættar Stjörnustelpur, það er alltaf að gefa okkur neitt, það er 1-0 og þetta er ekki stór forysta í svona leik. Nei, það er það minnsta forysta sem hægt að hafa. Það er rétt. En andlega 2-0 næstum. Já. Nú er komið smá sókn, 4-3 hérna, 4-4. Þetta bara sjálf. Bergdís sér hérna á milli, Lúrir hérna í miðsvæðinu. Já, hún var búin að lesa þetta, pakka út úr því. Slaug lyftir hérna með svæðið en Birta nær þessu. Já, frábærlega gert. Þetta sendi Guðna inn fyrir en þessum nálega veru í markinu. Það er að Bergdís kemur svona í þetta seinni bylgju hlaupa, það er leiðilegt að vera varnarmaður held ég í því mómenti sko. Hún er nákvæmlega sterk maður. Hún er ríkalega sterk, hún er vel gert hjá henni. Áflöndóra henni ekki gerður einhverju fransbröði þarna. Nei. Vel gert. Stjörnustelpum. Þetta er búið að ganga vel hjá þeim alveg þangað til á seinni þriðjungnum. Það er svona í þessum síðasta þriðjungi sem er mesta brasi búið að vera. Og ef það ná að leysa það eins og það gerði í síðasta leikamót ykkur, þá eru þær helvíti sterkar. Erna á Emma. Var komin ótíðanbær spá fyrir bestu kvenna? Já, það er komin fyrir fótbolti.net, ótíðanbær. Býtu, Bergdís sér hérna og finnur Freyju, hún er ekki ráðstæð. Nei. Vera er vel á verðið þarna, vel gert hjá henni.
Það er undan Freyju þarna. Það koma... Við getum ekki talað um þessa ótímabæru stofa, við erum bara að býja eftir bolta fyrir út af. Já, við erum bara að taka þetta eftir leik. Við verðum með klukktíma eftir leikinn. Samtal Já, nú getur þú tekið þetta. Heyrðu, það er spjald! Það er hér gult. Jæja. Já, það kannski kemur engum á óvart að í ótímabæru Spáni er Breiðablik. Og fyrsta? Spá fyrsta seti. Og leið mér að giska Valur nr. 2. Já, gott ef ekki. Og Þór Káa. Ég held að þetta hafi verið Þróttur. Þróttur? Já. Í öðru seti? Þriðja. Þriðja seti, ok. Þannig að Breiðablik, Valur, Þróttur. Já, ef ég mann rétt, þá var þetta einhvern veginn hannig Þór Káa, Víkingur. 5. Já. Okay. Við varum spáð 7. 8. í fyrra. Já. Selmi fannst að gegga. Já. Það er bara bring it on, endur með 3. seti. Þannig að... Þetta er alveg, það verður fáránlega erfið. Já, hún verður jöfn í ár. Hún verður heldur betur jöfn. Við spáðu, ef ég mann rétt, Tindastól næsta seti, svo FHL, svo Fram. Svo veit maður ekkert hvað gerst með FHL, sko. Nei. Sko, FHL nefnilega, við spilum við fyrir austan, það er bara alvöru lið. Það er vel þjálfað. Þetta er það. Og þetta er hérna ekkert ykkur útlendingar, þetta voru bara íslenskar stelpur að spila. Já, og eftir þessa spá hafa þið bætt við sig einhverjum útlendingum. Þannig að þið erum að taka fram í ótímabæru Spáni, þetta er ótímabæru Spáni. Já. Eins og staðan er akkurat þegar þetta er sagt. Akkurat. Já, og það fullt eftir að gerast. Já, framlíka með veit ekkert, þær eru... Nei. Þær eru mjög góð, þetta er aukaspyrna, dómari. Þetta er ekkert annað aukaspyrna, haldi hérna í Sendum ekki fyrir þessa sendingu úr Hafnarfjörðinum, takk. Nei, þetta var... Sendum pillu í það hús, takk, í staðinn. Hildur betur. Þetta er frekar augljóst. Það er erfitt þegar þú ert alltaf svona sterkur leikmann svo Linda, þess að þú lítur út fyrir og sér þetta allir þess. Þetta lendir Svanaldur í svona, hvað segir maður? Það er hiti hérna hliðalínunni, kæra áhorfendur, afsakið orðbragðið. Nú er írska blóðið farið að sjóða og við kunnum að meta það. John er nefnilega svolítið skemmtilegur þegar hann er næstur, sko. En þetta var svolítið svona, ég var að klára það með Lindu líka, hún er svona fórnarlamb þess að vera sterkur leikmaður og mjög sterk og hérna, þá er oft auðvelt að flauta. Og þarna fannst mér kannski ekkert einhver sérstök ástæða til þessi, kannski eitthvað pirringur í þessu líka hjá Lindu. Já, þetta er svolítið skrítið hljóð í boltanum. Já. Það er Guðrún heppin. Svanaldur ná sér þarna. Svanaldur vel gert, með innkast. Það er nú ekki lengra síðan en í fyrra sem að henni var einmitt hringt á markmanninn okkar, Hanna Köllu. Svanaldi. Það er eitthvað það óhugnast sem ég sé lengi maður. Það hefði getað farið mjög illa. Hún er óöppin með þetta. Fekk hún ekki Lindu á sig? Fekk hún stjörnu leikmann? Lindu á sig, já. Nei, stjórnuleikmann taka svo hérna og já, hún er með eitthvað í fótunum þessi maður, Jesús. Kæru áhorfendur fylgist með leikmannum 20 sumar í Víking. Það er mitt. Það má ekki margum þarna. Nei, þú máttu ekki hægja Nei, ég má þetta ekki, sko, við vorum ekki stoppað með það. Takk fyrir að minna á þetta. Stjarnan er svona aftur komin smá þingsl í þeirra sóknar aðgerðir og mér líkar það ekki. Góði bolti fyrir hérna. Ortiz skallar þetta frá. Þetta er að fá aðeins lítið tíma til þess að taka boltan niður. Já, við hérna þessar skiptingu hérna hjá Stjörnunni. Já, ég náttúrulega er ekki með athyglisgjafann í það, sko. Þvílíkt. Sprettur. Nei! Nú er ég alveg orðinn hissa, sko. Nú hefur grínið mitt hérna fyrir leikinn eitthvað, þegar að býta okkur eitthvað sinnsmjössverð hérna. Varstu ekki að hæla dómaranum fyrir leika? Ég var aðeins að stríða honum hérna fyrir leikinn og í góðu gríni. En hérna, þetta varst mér nú svona frekar og dýrt. Já. Skal við kynna það. Ég er nokkuð sem að Hulda tekur þessa aukaspyrnu fyrir Stjörnuna. Hún er lunginn spyrnumaður. Lunginn spyrnumaður, sagði Bjarni Felixson. Já. Varstu að fara þangað með þetta? Ég var að fara þangað með þetta, já. Allan daginn. Já, það er slær þögn á salinn. Já, það er bara fastu bolti fyrir og þetta var skemmtilegt af æfingasvæðinu, eða ekki? Jú, en þetta þurfti bara ykkur að pota aðeins í hann. Já, einmitt. Heyrðu, hann var að benda okkur hérna og sagði okkur að hætta að stríða sér. Dómarinn. Það er skiptingar á Stjörnunni, finnst mér. Full skipting.
Hulda að koma hérna að velli og algjörlega sýnist mér. Já, það mjög fagmannlegt hjá okkur hérna leikmenn Víkings eru hérna að stilla sér upp í myndtökunum við vellinum. Við hvetjum ekki til að gera þetta og ræða þetta við þær eftir leikinn. Og þetta skemmtilegt. En það kemur kannski engum óvart að Bergdís Sveinsdóttir var önnur þeirra sem stillir sér upp. Já. Það engin sjokkar. Já, Henrietta að koma hérna inn á stjórnuna. Við viljum ekki sjá hana inn á. Nei. Ég ennþá að fá martraðar eftir hennar leik daginn. Þvílík frammistaða. Já. Andrea Mist og Gyða. Ég multitaska. Já, þú kannt það. Nei, ég kann það ekki, en ég Gera það. Ég fúska í því. Hvað getur í því? Það heldur betur tvært og tvær hættinu hana og svo Linda nú flautað. Þarna klappa fyrir dómarinu með kaldhæðni, ég alveg til að lofa því. Þetta var miklu meira aukaspyrna á hann og dómarinn sá sennilega hann hafði gert mistök þar og hann hvað að gefa aukaspyrna hana. Þetta aldrei ekkert neginn aukaspyrna því að það hafi verið þetta heyra bara út á það. Sami liðbúmaður hér að tala. Það var vel gert hjá. Stefán ætti að fyrir þetta var annað ekki, jú. Þannig að hann ekki beðið guldspjald. Já. Ef hann heldur með þessu það. Já. Nú er ég að tryggja Magnús. marga hérna, afsakið heyrið þetta hljóð í myndavélinni. Þetta er bara ég að bara fjöl hæfur. Þetta bara sér hérna. Tvær hlending hérna og Svanhildur vinnur boltann. Já, og Linda. Svanhildur, ekki út af Lindu. Linda lítar hérna á miðuna og hvað? Nei, þetta er hann út í sendin. Bergdís ætla að taka hérna svo kallar fake. Náði ekki. Og vinnur, nei, jæja. Þannig aukaspyrna hérna að Bergdísi á hann. Því að þetta leikmenn fættur að rífast einbyrðis, að rífast milli liðana. Þannig á þetta að vera byrg. Já. Smá viðsannarliðindi. Það var gaman. Sandra Hauksdóttir er komin í vörnina hérna hjá Stjörnunni. Hún er fædd 2008. Já, einmitt. 2008, hrunárið mikla. Það eru 17 ára síðan það var. Og hann sendi hérna inn fyrir og frábær bolti. Gíja gerir þetta frábærlega. Tímasetti þetta alveg frábærlega. Vissi allan tíma hvað að gera. Þetta var að Gyða Kristín hérna. Þetta Já, hann vil spila hérna. Hann nýta Hrefnu mjög vel. Frábærlega gert hjá Freyju þetta sem hafa truflaðir aðeins. Hún finnur hérna pláss og Herðu, Linda er farin, hún er farin. Á krabbið hérna. Sandra er nú ösku full líka, en Linda er fullari og Linda er algjörlega galinn. Og sendingu hérna fjær. Það var enginn. Já, ég sammála Lindu, þetta er mátt. Það vant aðeins meiri aggressjón. Bergdís og Svanhildur klappinni lofi lofa. Meira svona. Þetta er náttúrulega algjör svindl, þetta er svindlkall. Það Rósa Söndru samt, hún gerir þetta vel. Hún náði að halda þarna í við hana og lét hann ekki alveg sprengja sig. Nei, einmitt, eins og sem hraðabreytingar það. Hún er alltaf líka bara óþarfi, sko, hjá hann og Lindu. Og slöðu hérna í barðunum við Hrefnu. Gerir þetta vel. Já, bolti fann út af hérna. Bolti fann út af, já. Hún fer á að gera þessu. Sigur Skram, að hafa allan við að fá hann ekki í sig. Já, Gíja er náttúrulega aldursfórsa þessa liðs. Já. Gaman að sjá hana. Já, þetta er ótrúlega skrítið hljóð í boltanum. Ég er bara verið að fara að fá maður að fá prófa þetta sem bolta í lok leiks. Já, Jessica komin á Rásir. Gabrielvíku og Áslaugu Dóra gerir þetta. Barnar vinna hjá Áslaugu Dóru, Sigurðardóttir, takk. Þetta þykjum við með þökkum í Víkinni. Vá. Þetta getur maður að sópa upp meseninu. Vel gert hjá Jessica hérna. Spólaði sig einhvern veginn bara fram hjá varnarmanni og öðrum og því, já, sem betur fyrir var Áslaugu Dóra vel vakandi og sterk hérna
Það greið úr þessu. Við erum dottin í aðeins og lága blokk fyrir minn smekk og ég vil heyra ykkur skilaboð frá bekknum þetta. Hið allra fyrsta. Þetta ansi... Þetta ekki gott. Nei, þetta enda bara með einu. Heyrðu, þetta nú sennilega einhver leikþáttur hérna og Emma Steinsen. Hún nú með spjald á bakinu. Og hún þetta endi ekki með einhverjum ósköpum og dómarinn reynslunarríkari. Hann veit hvað hann syngur og segir þeim bara slaka á. Ágætt smá. Ekki fættur í gær. Þetta var ekki lengi gert. Nei. Þetta er snildu vel gert. Það er fá að tóka svolítið í hana. Það er með langa bolti upp á Bergdísi sem er komin í gegn bara hérna. Snandar gerir vel. Frábærlega gert hjá varnarmönnum Stjörnunnar hérna. Það stilla hérna eftir upp. 20 mínútur eftir. Staðan þá 0-1 fyrir Víking. Já, við munum setja inn eitthvað stórglæsilega mark frá henni Lindu Líf eftir leikinn. Vonandi fleiri mörk. Þetta er algjörlega absúrt hvernig hann sterk þetta framhjá. Jesús Kristus. Já, það verður gaman að fylgjast með henni með 19 liðinu núna. Hvað árið hún fædd? 2007 held ég alveg. Já, það er alveg mjög heilbrigt. 18 ára árinu spilar henni svona að gera þetta í 20 ár. Hún líka sko á fullu allan leikinn. Það er vel gert við Beggursól þarna. Hann sendi ekki svegana, ætla að finna hann að Freyju á hægri kantinum. Það er smá svona, ekki panik, það er smá svona last ditch defending eins og þetta er hjá okkur. Fáum við það smá andrými. Það er einhver skipting á leiðinni ekki? Nei, ég sé ekki. Jú, hann var að gamli góði fáninn svona saman. Það lærði þetta vel í gamla daga. Þetta var ég alltaf á bekknum og gat fylgst vel með hliðlínunni. Tara Jónsdóttir komin á. Fyrir Emmu Steinsen, sem er væntanlega tekin út til að henda henni beint í kalda sturtu. Finnst það ekki ólíklegt? Röglega verið að ná spjaldinu af bakkinu. Já, það þarf að taka það með einhverju sérstöku efni. Sjá hvað... Tara fyrir það væntanlega á miðjuna og hvað gerist þá? Skrifsa Linda og Freyja? Freyja er að koma hérna á vinstri kantinum. Tara var samt á kantinum sko, hún var á vinstri kantinum móti Breiðablik. Já, kemur hún ekki bara í... Kemur í miðjuna hjá okkur bara. Það er frjálsar, þetta er svona smá flæða á þessu hjá okkur hérna frammi. Kemur vantilega bara í... Bakvara stöðuna, ég sé ekki annað. Eða hvað? Góð bolti þarna sem Erna, já. Þarf að setja þennan aftur fyrir... Ágætlega gert samt. Já, heldur þeir stilli bara í... Þriggja hafsendakerfi. Ég held það. Finnst það ekki ósannilegt. Er það ekki sama að vara móti Breiðablik? Hotspillin þetta kemur Hafnarfjarðar megin við húsinu, held ég held ég sé það megin við húsinu. Góð bolti fyrir. En þetta er vel gert. Linda hefur smá tíma. Gerir þetta vel, heldur boltanum, finnur Freyju sem er eldfljót. Heldur boltanum líka frábærlega vel. Þetta herru, Jesús. Herru, þetta tóði hana. Þetta bara að vera spjald, finnst mér. Þetta er Bergdís og Linda gerir hérna vel. Já, nú var dómarinn að hlaupa, nei, ekki það ekki. Já, þetta er vel gert. Svanhildur er komin í auðvitað í hægra bakkurinn. Hún þekkir. Hún er búin að spila, hún er svolítið svona eins og Viktor Örlygur okkar kvennaliðsins. Spila bara það sem hún er búin að spila og gera það vel. Já. Það er með langa bolta hérna inn fyrir, reyna að finna Bergdísi. Það er að neglir þessu fram. Tara tekur bolta niður. Já, fyrir bústöðana, vel gert. Sterk. Tara komin þá á stað hérna hægra megin. Boltum farin út af, kast. Skipting í Stjörnunni. Já, við fögnum þessu Víkingar hrefna áriði. Og Úlfardís líka. Úlfardís líka og að vera erfitt að eiga við hrefnu hérna í dag. Bara hvet ykkur þess að fylgjast með U19 landsliði Íslands að spila í undankeppni EM í byrjun apríl. Það eru verkefni eftir verkefni. Já, þetta betur. Hvað, 2 leikir eða er þetta? 3 leikir. 3 leikir. Já. Og það er svona milliriðill. Já, svo efsta lið kemst í lokakeppnina sem verður í júlí.
í Póllandi minni mig. Já. Og svo umspil eitthvað á ennsættinu eða? Nei, lið 2 og 3 verða bara áfram í þessum. Já, ég skilji. Já, þessari deild. Neðsta liðið fellur í B. Ok. Og þetta er allt undir þetta. Og það eru gaman að fylgjast með þeim. Það er mjög sprækar stelpum að koma hérna inn á hjá Stjörnunni. Þetta verkefninu bara áfram. Bolti hérna Svanhildur. Og nú erum við aftur komin í þessi lágu blokk og við endumst ekki í þessa hindamínútur held ég á þessum stað. Já, Bergdís sko þetta leiðir. Freyja komin að flegi fer núna. Það vantaði. Það eru alveg bara með hálft liðið hérna. Það er að pressan í okkar eigin vítateig sko. Þetta er ekki. Það er ekki missa boltan. Flott fyrir Lindu. Já, nú dæmir hann. Hann er búinn að falla þetta. Þjálfari Stjörnunnar er ekki parsáttur með þessa dómgæslu. Nei. Það er alveg skjóta að vera svona 100 og eitthvað mannsinn núna í húsinu. Já. Það er gaman. Ekki bara fólk sem er að labba. Nei, það er fólk margir sitja hérna bara. Það er ekki bara að hvíla sig. Mögulega. Það er gaman að föstudagskvöld og kíkja á fótboltaleik. Vel gert ég finnur Bergdísi. Við erum svona tíma. Finnur Frey hérna. Vel gert, hún er rángstæð. Nei, býttu við. Ég kalla eftir var á þetta. Já. Sjá hvort þetta sé. Nei, það kemur vantilega í næstu útgáfu á Óskerfinu innbyggt var. Já. Það var gaman að sjá það. Þetta eru við oft með fjölmarga myndavélar á þessum völlum hérna. Já, ég held að það séu 6 hérna í húsinu. Já. Það toppar okkar einu. Já. Það eru muna 5. Já, það er unnið. Þetta er bara meskur á þetta sko. Já, Stjörnustelpur hérna mikill svona, hvað segir maður, æsingur í að koma áfram boltanum en það var ekki mikið svörðarna, mikið að lausnum. Þetta er að loka vel á þetta. Það er líka svo aftarlega. Það er erfitt að komast út úr þessu svona aftarlega. Það er. Já. Já, ekki að þarna, Jesús, þetta er stórhættulegt núna. Að reyna að fræða boltan hérna. Þetta er fáránlega vel spilað hjá Stjörnustelpum og hvað er maður? Þarna var Katla okkur að ná ekki verja en þetta var bara eins og ég sagði það, hann lá í loftinu og ég held að þetta er bara virkilega vel spilað. Útrúlega vel haldið þarna upp í boltanum og smá touch til vinstri en þetta er svona give and go sem maður saknar eftir fótbolta í dag. Þetta er einfalt, áhrifaríkt og 1-1. Takk. Nú skulum við sjá hvort að tæknimaðurinn okkar sé enn með okkur og þannig að við sjá þetta mark aftur. Það er ólíklegt, hann þarf minnst að hækka markatölu Stjörnunnar 1. Já. Staðan er 1-1. Þessi leikur er nú búinn að vera þannig að 3-3 hefði nokkert verið galið, sko. Nei. Það sé ekki ykkur bilun, en þess að það er ekki búið að fara ennþá. Það er heldur ekki búið að hérna á vellinum. Nei. Kannski lætur það bara ráða, það er mjög sniðugt. Nei, þarna koma. Þarna poppaði það inn. Einhverst sem Stjarnan á. Já, vel gert til Freyju þarna sem stekkur og bótið á henni. Þetta brýtur hérna á Freyju. Bergdís stelur þetta nokkru metrum, þetta vel gert hjá henni. Gíg ætlar að lyfta þessum inn á Lindu. Þetta er vel gert þarna. Freyja ekki að pressa hérna. Einhverst Stjarnan á. Já, fór svolítið vindur núr sér okkur hérna í svona 15-20 mínútur. Já, þetta betur lág mjög neðalega. Okkur var refsað. Nú spurning hvort við eigum nógu tankinn til þess að koma tilbaka.
Því að sigur í dag kemur okkur í fínu stöðu í riðlinum þó við tapum á móti Breiðablik. Já. Gíja að pressa hérna. Jessica. Þetta er hendidómari og þetta var bara spjald allan dag. Þetta er aldrei óvart sko. Er ég of litaður hérna? Þú er mjög litaður. Já, mér finnst þetta samt. Þegar kemur að því að þetta var ekki óvart. Þetta var ekki óvart. En áfram með leikinn. Tara hérna með Bergdís sem er sér frábær sending. Gott hlaup. Þetta var frábær hugmynd. Skemmtilegt. Já. Skemmt ekki kemur hann út af þessum stöðan á. Þetta er líka bara þessi gæði þarna. Þetta er bara með pressu og dauðans á þér. Boltinn kemur svona yfir því hérna. Og stjörnustelpan, hún nær samt að vinna engast upp úr sko bara mjög hættulegri stöðu. Þarna er Linda að fá eitthvað þannig lærið. Já. Hún er góð. Góð sigur Krampi. Þetta er frábært að hafa svona beinútsendingu frá hérna, er þetta AD1 eða ekki? Heldur betur. Já. AD2 er alltaf hinum megin við bekkina. John hérna með smá skilabót til Freyju, Birtu og Gíu. Herru, ég held að hann að gera það, að segja að það er 1-1. Já. Skulum reyna að klára þetta 2-1. Ok. Og þá hérna... Setja boltann í markið. Setja hann í markið. Þá fáum við 3 stig. En já. Það voru gaman. Það var gaman. En ég minna þú veist, þessi leikur er búin að vera alveg frábær skemmtun. 80 mínútur að bara... Þetta er bara bestölda level hérna í dag. Svakalega hlaup búin að vera hérna hjá báðum liðum. Nei. Eitthvað var nú högt að hjá hverjum úrslitíkin en... Það er allt í lagi. Sýnt leikklukkan verið að stoppa en... Sýnist Linda bara verið að fara að velli og Hulda er að koma inn á. Já, hún er eitthvað aðna aftan læri. Já, vonum að þetta sé ekki alvarlegt. Nei, hún er tekið út bara til þess að tryggja að það sé ekkert eitthvað meira. Já, Bergdís fer þá upp á topp og Freyja fyrir aftur hægra megin. Og Hulda kemur þá hérna á vinstri vænginn. Á vinstri vænginn. Snyrtilega gert þetta. Já, það er eins og það er mikil orka í þessu sem kom inn á hérna í hálfleik og... Já, Gíja gefur þetta vel og það ringast. Ég finnst Gíja að hafa fundið þarna akkúrat línuna sem er ekki dæmd aukaspyrna. Við erum að mati dómara sem þetta var nálægt því. Já. Þetta... Gíja lyftir þessum bolta hérna á miðjuna. Svífell er þetta ótrúlega, þessi boltatækni hjá henni er til algjöra fyrirmyndar. Já, við erum ekki komast út úr þessu ennþá. Nei. Liggja á okkur. Jæja, finnst að Tara vera að koma hérna inn á miðsvæðið. Það er ekkert óvönd því. Nei. Það er gróttu í fyrra. Og svo vel að láni þar og komið tilbaka í hamingjuna. Jessica, hún er duglega að prjóna sig hérna í gegn. Þetta var að gera þetta ennþá betur. Já, mér finnst Lára vera að hitta hérna upp ennþá. Anna Rakel. Finnst komið Lára bara inn á? Já, hún var nú ekki svo slæm í gamla daga sjálf. Fyrirlið Víkinga með þessi, Háka Víkings. Já, svona Hulda gerir hérna með Bergdísi fyrir fram að sig og Freyju á hægri kantinum. Góðan Hulda heyrist hérna frá Tímiska. Hún fær plássleik Já, vinnur hóttstundum. Já, það var að næst besta sem gæti komið út úr þessu. Já, hún nefnilega, ég fór að lýsa hérna 23, þá sá maður aftur og aftur hversu, og síðan þá, hversu oft hún kemur boltana fyrir úr gjörsamlega vonlausum aðstæðum. Það er magnað, hún þarf ekkert pláss. Þarna var hún með smá pláss, var óöppin að fá ekki boltana fyrir. Bergdís og Begga svo hérna saman. Linda lappar hérna eitthvað smá höld en hún er bara hlægandi, þannig að það er ekkert að henni. Hún er það. Það grínast með þjálfara teimi Stjörnunnar. Það er Begga með einn á fjærkantinn og þar er Erna og það... Þarna var Áslaug í dauða færi. Hún ætlar ekki að ná að skora þetta fyrsta mark sitt í Víking. Það liggur í loftinu.
Þetta var ákveðlega útfærð auðvitað með hortspilna. Það var mjög skemmtilegt. Það glimtist minnsti leikmaður vallarins, Erna Guðrún Magnúsdóttir. Miðað við hæð, sannlega hættulegt skallamaður landsins. Já. Það hlýtur bara að vera. Hulda mætir hérna. Já, gerir þetta vel, vinnur boltann. Það að gera þetta ágætlega þarna. Eftir hún hérna fyrir Bergdís og Hulda báðar hérna boltann. Heiðu. Þetta svolítið gott þarna. Já, Lundar hérna illa eftir semstu í bakinu. Hún eitthvað aðeins tjónið þarna. Bergdís að segja Hulda fór mynda völlin. Það er nú eitthvað til næsta bæri og það hefði gerst, en ég held að dómarinn þurfi ekki að stoppa leikið þegar hún eru utan, sko. Nei, akkurat. Ég er ekki sérfræðingur samt. Nei. Bergdís, hún hefur greinilega eitthvað meitt sig mikið, því að Bergdís var mikið í mun að leikurinn eru stoppaðir. Já. Kannski vantar eitthvað í, þetta er kannski önnur kynslóð að gera eitthvað að segja þarna fyrir utan. Já. En Hulda er grjóthörð. Já. Nú kemur þetta aftur inn á. Kannski hans mist andan við þetta högg. En 5 mínútur eftir, það verður einhverju smá bætt við held ég. Það verður ekki einhverja marga mínútur, það verður ekki 0 mínútur. Já, hún missur boltann frá sér og hann heldur að komst inn í þetta, en nú skipting hjá, já, þá er Annika Jóna Jónsdóttir að koma inn á. Já. Kemur inn fyrir Rakel, það er komin á líka. Gía er að koma hérna á velli. Rakel er vantilega að koma þá í vinstri bakarastöðuna. Já, og Birta er að koma á. Annika inn á hérna. Þetta er nú, við bjókum með lengi, við byrjaðum í þessu næður þetta og töluðum kopparsveitina. Já. Þetta er svona kannski næsta kynslóð. Akkurat. Og hérna, Annika er búin að vera að mistyrma þriðaflokknum í fyrra og í ár. Hún standi sig vel þegar hún kom inn á hjá okkur í meistaraflokki. Og Rakel er búin að spila, hún spilaði móti, kom inn á móti Breiðablik. Já. Og móti Fjarðabyggð, já líka. Akkurat. Annika var komin upp á topp. Annika fyrir upp á topp, já. Hún er sterk, hún getur leyst margar stöður. Já, ég horfði með þetta leikja um daginn í þriðaflokki þar sem hún tók boltann, sólaði 3, gaf hana Örni, fekk hann tilbaka, skoraði, sagði þetta bara takk. Já. Hún er efnileg. Freyja. Finnur. Eins og fastur þarna. Það er ekki miklu. Annika er fædd árið 2009 eins og við sögðum áðan. Hún verður þá 17 ára á árinu, nei 16 ára á árinu fyrirgefðu. 16 ára árinu, já. Þetta er Magnúsdóttir. Já. Og þetta er skringilegt. Við vorum með boltann. Minnum við á dómara sem að dæmdi leik í Aþenu um daginn. Já. Annars vil nefna henni upp. Þannig við erum bara komin í 4-4-2. Það ekki. Já, 4-2-4 eiginlega. Það var sækja þess að 3 punkta hérna svona. Þessa hérna hjá Stjörnunni. Erningur er að gefa boltann. Freyja brotar hérna. Brautil á sjálfur sér hérna meira heldur en einhver. Átti ómjúkna lendingu. Já, það er þægilegt. Nú riðlast leikur okkar aðeins af því að það búið að breyta miklu. Já. En á móti kemur þá erum við orðnar aðeins hættulegir fram á þeim núna. Það hlýtur bara. Það er auðvitað, dómarið. Já. Freyja. Fyrir hérna á miðuna og hvað? Tilbaka. Áslaug. Já, þú ert alltaf stressaður hérna. En hún er ekki stressuð. Nei. Það er engin afstæða til. Já. Fín sending. Ég svo hérna fyrir þarna. Já. Frábær hugmynd, viti, á Svanhildi framar hérna. En liðið færist upp völlin. Nú það kemur 1 færi, öðru hvoru megin. Það er alveg klárt. Ekki spurning. Við þurfum ekki að skilja við ykkur með jafntefli hérna að gera árundu. Svanhildi tekur hann niður hérna. Ánægður með að bæði lið eru svona að rúlla mörgum leikmönnum. Bergdís gerir þetta frábælega þarna. En, stömpuð. Það er innkast. Já, bæði lið að nýta alla skiptingarnar. Algjörlega. Það eru 7 skiptingar leyfilegar í nei, það eru bara 5 leyfilegar ekki. Er það 7? Ég er nefnilega ekki droslega snjall, sko. Ég var að ljúga á þann. Ég lauga þér. Það eru alla konur inn nema Birta, ekki? Jú, það er rétt. Þannig það eru 6 skiptingar búnar. Já, ég held að séu, þú þarf að gera samt í einhverjum svona hólum. Já, þetta er náttúrulega sömu 3 hólum bara alltaf. Innkast hérna og stutt. Freyja í baráttunni hérna. Bekkarsól hættir ekki
Erna gerir þetta vel fyrir þetta Ásgeir sem alveg pállróleg og ég líka, sástu hvað ég rólegur á það? Já, ég alveg með það bara... Ekkert stress, sko. Það alveg með þetta. Sko. Ég engar ágjur þessu. Ég sagði mér sér vel gert þegar sendingi var léleg, sko. Það ætla að finna þetta Rakel. Það ætla að koma áfram aðna á Huldu. Það vinna boltna Stjörnustelpur hérna á Vondurstað. Hulda mætir hérna tilbaka og loka fyrir þessu sendingu. Djús kraftur í hérna sem hægra kanturinn hérna. Hver þetta? Já, þetta Gyða. 23 eða? Já. Hún búin að vera alveg frábær hérna. Nei, þetta 17, fyrir ekki. 17. Fanny Lísa. Fanny Lísa, hún búin að vera mjög sterk. Fædd 2009. Já, hún fær það ekki með sér. Tara. Já. Þetta skaukaði Huldu fótur hérna. Við erum komið til eltingaleik núna sem ég líkar ekki við. Já, en leiktíma lokið. Það er viðbóta tímið eftir. Já, getur allavega mikið eftir þessu leik, en hún prófið Anniku. Nei, ekki stænt. Já, að leifa vel. Nú liggja þær á okkur og þetta er... Slæst þarna á lýsendur. Það veit ekki gott. Já, hann veit að hérna í partinu... Beggason gerir þetta frábærlega. Hætt gefst ekkert upp, en missir samt boltan. Fíl bara þarna í Beggason. Vil spila þarna en Áslaug Dóra mætt á vaktinni alltaf. Það er ekki fyrir hér. En skopið þetta komast fyrir þetta. Sýnst dómarinn meira farinn að munda flautuna í höndunum. Já. Víst alls ekki á það. Ég vil fá sigurmark í þennan leik. Þetta passar með miðinni. Þarf að finna Ernu þarna miðinni á. Ernu yfir. Frábært. Þá meina sóknin í lokin. Fáum við sigurmarkið hérna í lokin. Já, bara að ráðast á þetta. Sóknina fyrir og... bolti! Vá, þarna mátti einhver muna maður. Þetta sending hérna fyrir hjá Freyju og mátti einhver muna. Og sá að varnarmaður Stjörnunnar notaði þarna Harry Kane tækina, sem virkaði bara mjög vel. Truflaði Hulda, þetta hefði legið í netinu annars. Já. Þarna verður við að mæta þeim aðeins fyrr, ekki gefa hennar tíma. Þetta er búin að vera frábær í dag. Já, virkilega. Begga og Áslaug Dóra báðar. Og bara liðið búið mjög fínt heilt yfir. 1-1 er kannski bara alveg sanngjarnt sem horfir heilt á leikinn. Það verður leiðist fyrir annað lið að tapa þessum leik. Já, ósvíkjant. Já, þetta er samt mjög sanngjarnt að við myndum vinna. Já. Þetta hérna í barðinni. Já, Erna hérna, skalltennis. Freyja hérna boltanum niður, vel gert. Það er að koma hérna yfir á Hulda er alveg hérna hinum megin. Rakel. Hvað gerir Rakel núna? Þannig að koma með langan upp hérna, já, góður bolti, áttur að berti sig. Já, Freyja og hann endar hjá Ernu, hvað gerir Erna Guðrún? Hún er góð skotmaður. Nei, rennur þarna. Það er bara grasið ræðist á hana og hef flautað af. Vá, þvílíkur undir. Þetta hefði náttúrulega bara getað endað með einhverju geggjuðu, en Erna svegt þarna, sparkar í sjálfa sig raunverulega og 1-1, lokatölur hér í dag. Já, kvöld. Já. Ég veit ekki alveg hvað gerist núna með útsendinguna. Nei. Ég held að við þökkum bara kærlega fyrir okkur, leyfum þess aðeins að lifa hérna áfram. Ég hugsa að við reynum að setja inn mörkin, setja inn kvöld, síðast að það er morgun. Já. Og hérna, þökkum bara kærlega fyrir okkur í dag. Ég langar að nefna kannski að það eru leikir framöndan. Strákarnir eru farnir í ykkur æfingarferð, eins og þeim er von að vísa. Já, þeirra er von að vísa. Næsti leikur í okkur er 14. mars. Það er bara 2 vikna pása. Það kemur Keflavík í heimsókn í Víkina. Já. Í síðasta leik okkar í Lengjubikarnum. Og eftir þessi úrslit í dag, þá getum við mestalegin á öðru sætinu. Já. Já. Og ekki farið ekki 2 efstu liðin í úrslit? Jú. Já. Þannig að það var allt undir í þeim leik. Já. Þá mitt mætast FH og Breiðablik og Stjarnan á líka til að mæta FH. Þannig að þetta er áhugavert. Já. En já, við þökkum bara kærlega fyrir okkur hérna í kvöld og heyrjumst og sjáumst. Eftir 2 vikur? 13. sagði ég. 14. já. Bara þakka kærlega fyrir aðstoðina frá Ós og takk fyrir mig, Bjarki.